Ef ekki bara rúlda áður en að þið segið eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Já, ég held það. Best að íta alltaf bara klárum allt. Já, nákvæmlega. Já, kæru hlustandi, það er 15 lóta sem heilsa okkur á geggjum vikudegi. Já, brjáluð bardahelgi að baki, hafa Glacial Fight Night 2. Einhverju 10 bardagar. 11 bardagar. 11 bardagar. Ég var að vakna sko, ég bara var svonandi síðan lögdaginn sko. Þú sagði líka útsendingunni. 10 bardagar fyrir fólkið. Já, það var búið að vera Kitty ruglaði mig. Herru, en nóg um það. Erum við ekki í beinni það? Jú, nóg um það. Það er komið góða gestir í stúdíói. Það er náttúrulega maðurinn sem byrjaði, sem sneri svo öllu við og við fengum loksins að sjá í búrinu. Það er Mikael Aklipenn, mættur í stúdíói, velkominn. Hæ. Og sem andlegur stuðningur og góð vinur, það var einnig Breki Harðarsson. Kvöldið. 10 gestir í podcastinu. 10 gestir. Alltaf sko, alltaf mættir. Hvað ætla að fá okkur í stúdíói? Ég sé ekki við erum live til að deila. Jú, á vardættin. Svona vill byggja alltaf efast mín vinnubrögð. Svona fyrstu viðbrögð, við svona aðalega ræða Glacial Fight Night. Það er víst UFC 326 næstu helgi, en ég hafði ekki hugmynd sko. Enginn að pæla í því sko. Maður var bara að fatta það í dag. Já, það er berst maður fokkið beltið milli Charles Oliveira og Max Holloway. En Glacial Fight Night okkur, hvernig fannst ykkur og hver er svona fyrstu viðbrögð? Mér finnst bara hella, þetta bara get show og örugglega flottasta show sem ég hef verið tekið þátt í að hinga til sko. Og það er bara insane að hafa verið á Íslandi bara flottasta show sem ég hef verið partur af hefur verið á Íslandi, það er bara gera það ennþá betra. Sko mér fannst það líkast meira UFC heldur en þú veist Golden Ticket. Já, þetta var bara klikka sko, bara ekki, það var bara miklu flottar en ég hefði getað haldið, það er bara flottar en alla væntingar sko, Já, ég þarf að vera sammála sko. Ég fekk alveg smá svona sjokk þegar ég labbaði inn í salinn og sá hvernig VIP-borðin og stúkurnar og eitthvað og hvað það var vel skipulagt og svona. Ég var alveg bara, wow, ok, það var svakalegt. Þú varst eitthvað að hita upp með strákunum og gera eitthvað skandala? Já, ég sé að ég fór í eitthvað matabóð til Binna, sjátt Binni með Wingman. En já, ég fór í matabóð hjá honum. Og ég var ekki búinn að plana neitt. Logi var bara búinn að spyrja mig hvort ég geti komið legglífar og hanskar sem hann geti hitað upp með þeim. Já. Þannig ég fer búið með kippu af sömmi og mæti og ég bara held á svona legglífum, bara veifa þeim bara svona, já, og þau bara, já, ertu að fara að hita upp með strákunum? Ég bara, já, hleypa mér í gegn, kemur einhver annar, kemur með öðrum svona verði og hann bara, já, miði og ég bara veifa legglífunum og hann bara, já, hvað, og það var svona frekar fínt klæddur. Bara, what? Hann var enskur og ég bara warm up, guys, hann bara, jú sem gerði ég svona og hann, ok og ég bara, já, veistla labbaði síðan fram hjá seinast og sagði bara warm up og labbaði í gegn og var síðan komin inn í klöðan ég bara, þetta er veistla Fyrir hlustundu þá varst að benda á cauliflower eyrun. Þannig að svona cauliflower eru eiginlega svona all access passi á Glacial Fight Night. Þú verður bara að halda á einhver fighting-gýr vera með kóli og þá ertu basically bara með miða sko. En ég reynda keipti miða sko, þannig að ég var ekkert að sníka mér hann inn en já, síðan var ég bara hann niðri og var að fylgjast með strákunum síðan eftir að Júlíus tapaði þá var ég bara svona pínu pirraður maður var bara reiður, datt úr öllum gýr vildi ekkert vera eitthvað að drekka skemmta með lengur og þá var ég bara svona að reyna að hæpa strákan upp og síðan kemur Mikki bara getur þú gert það sem við gerum alltaf í kickboxinu bara svona til að hita upp og ég bara, já, hendi mér í hanska og fer í stuttbuxunar tek hanskan hans Júlíusar á stuttbuxuna hans og síðan ég bara eitthvað búið mig kipa bjór og byrjar að hita upp með honum síðan eftir bardaður hos Mikka kemur hann til mín stu nokkuð búin að drekka og ég bara já, ég er alveg búin að drekka í smá tíma sko. Og hann bara, já, ok, út að í uppbytunni í einu takedown og fann ég svona gett mikla bjórlykt að þér og ég bara, já, það passar já, síðan hjálpaði ég líka að loða eitthvað ég glimti 2 lótir svona aðeins til að fá hann til að pústa þannig að, já, þetta Varstu eitthvað að fá þér opnið bjór svona á kantinum svona Nei, ég hætti alveg eftir að Júlíus ég gaf Júlíus seinasta bjórin minn eftir bardaðan hans Já en ég vil meina sko að gæti þér tilvíðum en eftir að fullur breki byrja að hita upp þá snýrst þetta við sko. Það snýrst þetta við? Það gæti verið sko það er svona smá konspirasi þeirri sko Já, þannig að við gætum átt eitt svona íslenskt lukkutröll svona Já, kannski sko Já, svona það sem menn er að segja á götunni sko
Eitthvað sem þið voru eitthvað pyrraðar eftir hérna Júlíus tapaði, voru ósátti með stoppitsið? Það er bara, þú veist, ég veit ekki, kannski, ég var bara pínu pyrraður með, ég held hann að klára gæðina hann í fyrstu lögni. Þannig að það var svona pínu bummer, sko, en, þú veist, ég veit ekki, það, þú veist, amateur þá alltaf svona, öll svona stoppage, alltaf svona pínu weird, sko, þú veist, annarkvort það, þú veist, ég veit ekki, það enginn að, oftast þetta svona pínu premature, skilur, sérstaklega ef þetta amateur, en ég var bara pyrraður að sjá hann, þú veist, tapa, sko, eða bara bummer, skilur, sérstaklega eftir að maður svona hélt hann eða unnið fyrstu, eða, þú veist, þetta var búið. Hélt hann það sjálfur? Já, ég held það, sko. Ég ekki búinn að tala við hann, bara, ég ekki búinn að hitta hann síðan, en þarna, þú veist, bara hvernig hann, svona body language, þá held ég það, en hlýtur að hafa verið feitt, svona adrenalindam. Jassin úr alltaf, sko, alltaf bara út úr búrinu eftir fyrstu lótu. Hann var bara farin, sko. Hann held örugglega bara að þetta væri búið og það var líka margir sem bara heldu það. Já. Ég talaði við Júlíus áðan og hann sagði bara gef mér, þú veist, hefði gæðin bara gefið mér 10 sekúndur að það hefði verið góður. Já. Þú veist, og maður er alveg sammála þar, skilur, þá hefði hann fengið smá tíma til að recover og þú veist, hann stoppar þetta þegar Júlíus er að setja gardið sitt upp aftur, hann er svona, en náttúrulega eins og maður segir, þetta er amateur og það er kannski ekkert verið að leyfa mönnum að fight to the death eins og það er í professional. Nei, en það er svona, hann er enda standandi, sko, er að vinna sig upp og hann er svona intelligently defending, sko. Já. Ég fekk svona smá svona óbráð, svona aðeins og snett. Já, líka bara hvernig hann endaði hérna, þú veist, fyrstu lótuna, þá var maður bara svona, ok, þú veist, hann er með þetta í pókanum núna, sko. Þetta er búið, sko. Haldið að dómarinn sé kannski undir smá pressu frá mótsöldurum og því að við viljum kannski ekki eitthvað svakaleg meiðsli og heilaskaða, þú veist, þegar við erum bara að byrja þetta sport á Íslandi. Haldið að það hafi áhrif á dómarann, bara reynum að halda okkur öruggum hérna meðan við erum að byggja þetta upp, þetta er fyrsti stóri viðburðurinn, haldið að það spila eitthvað inn í? Ég vona að það hafi ekki neina eitthvað svona nákvæmlega þetta hafi eitthvað áhrif eitthvað, hann hugsa eitthvað hann, ég held að sé bara aðalega bara allir hugsa svona í amateur bara, þú veist, að það sé alltaf bara allir sé alltaf bara geðveitt svona tilbúin að stoppa þetta snemma frekar. En ég er allar rétt svo að vona ekki að hann sé ekki eitthvað að hugsa eitthvað út þetta er eitthvað á Íslandi eitthvað, þú veist, bara fyrir eitthvað lúkki, þú veist, þú veist, þetta skiptir ekki máli, ég held að sé alla bara þetta sé amateur, hann bara, allt er aðeins meira svona, þú veist, allir eru meira tense í því, þú veist, að klára allt gett snemma, en það fer eftir dóminum líka. Já, þokkulega. Herra, ég ætla aðeins að minna á styrktarlaðan okkar, langar að byrja að æfa bardagþjóðir, það er Reykjavík MMA svarið, ný grunnumskeiði hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfk.mma.is, takt að skrifa að byrja að æfa viðarhraða 2, fyndi að segja með 2 mjöldismenn í stúdíónu. Fuss og sveiða hérna með spórið. Hámarkaði svo ánægrunum að velja með yngling fæðbátuvörum, Sjölegit, náttúrulistir, bústurar og sveppablöndur, varamánaðarins er gyðjan, stuðlar að betri svefni, betri endurheimt og fleira. Þú fær 15% afslátt með kóðunum 15 við checkout. Tjekkaðu svo á bardatryggi hjá Nico, virkilega útpælda styrtaræfingar fyrir bardafólk, skemmtilega vel í vísindilegri þjálfun hjá helsta styrtarþjálfara landsins. Það getum við haldið áfram. Þegar það hefur verið sagt. Takk fyrir að fyrst og að segja, ég fann stemninguna svona. Nei, það er ekki bara, það er geggjast að þetta læfa, sko, eða bara líka, þú veist, bara mjölin líka, þú veist, við megum, eða þú veist, það er bara geggjaða stöðar, skilur. Við erum meira heppin með það, sko. Svona í sikrum endurum á bænum getur fundið bara mjög góð gym. Já, bara, þú veist, bara insane að við séum með svona 2 svona, þú veist, high level gym, þú veist, á Íslanda með hversu fáir æfi þetta, sko. Já. Þess vegna líka bara geggjaði sem að ná að æfa mikið saman núna. Já. Það er bara algjör draumi núna í þessu kampi, þá höfum við fylgt að samvílum æfingum með Reykjavík MMA og mjölinu og það er bara alltaf bara geggjað. Þú veist, bara gaman að hafa Gunna og Bjarka og Magga, bara þú veist, alla svona MMA, svona great MMA minds, bara svona saman í einu herbyggi. Já. Það er alltaf bara geggjað. Og voru að ná að taka einhverjar, þú veist, MMA-lótur með strákum og Reykjavík? Já, aðalega bara svona glímu, þú veist, meira svona póslótur, svona, þú veist, meira svona glímu, þú veist, glímu-type dæmi, svona, þú veist, uppi búru og svona. En það er alltaf bara geggjað, þú veist, og líka eitthvað svona jits with it sem er bara, basically bara glímaða með höggum. Já. En já, það er bara alltaf geggjað. Er einhver sérstugur einstaklingur frá Reykjavík MMA sem hendar þér vel sem æfingafélagi? Sem var svona, þá kom svona Sko, mér er náttúrulega alltaf bara gaman að æfa með
Bjarka, Þór og Magga og þeim, þú veist, bara þeir náttúrulega bara geðgóðir, skilur, en og svo náttúrulega bara öllum bara gott að fá, þú veist, öðruvísi líkama og öðruvísi viðbrögð, skilur, en mér finnst mjög gaman að æfa með Vítali, hann kom mér rosalega óvart, hann var rosalega tæknilegur, og svo bara, bara Bjarki og Maggi, það svona sendur út úr, bara líka ég þekkt þá svo lengi, þannig það er alltaf gaman að hitta þá sem mest. Já. Náttúrulega, þú í rauninni kynnist þú vantilega Bjarka og Magga, skilur við, áður en Reykjavík MMA og það Já, bara þegar þau voru í keppnisliðinu, bara í gamla Mjölni. Já. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaði að æfa? 8 ára, byrjaði að æfa glímuna. Já. Bara leið og þá byrjaði svona krakkatímar í Mjölni, þá byrjaði ég bara að æfa strax. Því mammi var í Víkingareykinu, og svo byrjaði bara eitthvað svona krakkanámskeið og þá byrjaði ég bara strax. Nice. Fannstu strax bara að þetta væri eitthvað fyrir þig, þú varst 8 ára? Ég veit það ekki, mér finnst það bara gaman, sko. Það var ekkert eitthvað dýfrið en það, sko. Það voru ekkert margir að æfa þá, en mér fannst það bara skemmtilegt og já, bara aðalega það. Og svo var alltaf mamma að æfa þarna líka, þannig að það var svona örugglega plús. Já. Fjölskyldustemning hann þá? Já. Það veitu hvað er gamall í dag? 22. Já. Það er asnalega mikla svona æfingareynslu með við aldur. Já. Bara, við erum bara í 14 ár bara. Það er galið. En, já. Þannig að þú varst ekki aðeins búin að heyra í Júlíusi og hann er sannfærður að hann hefði getað náð þessu ef hann hefði fengið smá tíma. Já, hann sagði allan að hann hefði fengið aðeins meiri tíma til að recovera þá hefði hann verið góður, hann var alveg hann fekk stórt högg á sig, var svona pínu vangaður, en hann sagði hann var að koma sér vel og ég trúi hann alveg Já, mér fannst hann alveg eiga hann að gaur, sko. Já, það var líka, ég horfði á þetta eða hefði líka verið 10 sekundur lengur, eftir að lotin í fyrstu, þá hann kláraði hann líka þar, sko það hefði alveg getað stoppað þá, sko En náðu þú eitthvað svona að horfa á fyrir barðana, mikið, svona? Já, eitthvað svona aðeins, það er erfitt að ekki gera það þegar maður er alveg frekar invested og því að það er svona strákar sem maður æfa með bara alltaf og maður vill bara sjá þá, sjá það með ganga vel, skilur. En, maður reynir að vera bara stoltur að fókusa á sjálfan sig, bara, að reyna að láta þetta ekki hafa áhrif og því að, mér finnst eiginlega persónulega, ég er pínu, ég var alveg að horfa, en bara, ég var að reyna að horfa ekki of mikið, út af því að, því ég er alveg invested og það er alveg svona, alveg fyrir mikið bömmur ef að, það gengur illa og ég sé það, skilur, og líka bara sjá hversu svona, bara hversu mikið það bömmar kannski strákana út, skilur, bara að tapa. Það, að reyna ekki að, bara reyna að láta það ekki hafa áhrif á mann, skilur, sem það gera alveg smá, en bara maður reynir að hunsa það svona. Hvernig var eiginlega bara stemmingin baksviðis þegar það voru 5 bardaga búnir og allir Íslendingarnir múin að tapa? Það var alveg, já, eins og ég segja, maður var bara að reyna svona að hunsa það smá, en það var alveg, það var bömmar, sko, bara, já, það var alveg bömmar, sko, alveg, já. Ég geti bara bömmar. Bara þungt andrúmsloft. Það meika senn, sko, það var alveg svona þung stemning þarna inni, sko. Ég náttúrulega, Biggi var með ensku lýsinguna inn á Live-A, ég var með lýsinguna inn á Sími Sport og tók viðtölunni inn í hring. Þetta var þungt, sko, og það var alltaf einhvern veginn þyngra og þyngra svona labba af kommentátorsvæðinu fram hjá áhörnunum sem voru þarna svona pínu svona eitthvað. Það var ekki mikið pepp í gangi, sko. Og taka svo viðtöl við gjörsamlega óskiljanlegt lið. Skotamá. Það var svo, já, komið til frakka eða skota. Ég held ég ekki 5 viðtöl og ekki skilið 1 stakt orð. Og hann, Jacob Calvin, kollaði út, Ara Bíring. Ég hafði ekki hugmynd það, ég veit hann, ég bara... Það mætti bara að og ég bara, já, það make svo sem sens. Já, hann var búinn að segja við Ara þegar hittust í vegininu og Jacob Calvin labbar hann inn bara mega nettur og vinkar Ara. Ari var ekki alveg sáttur við það, sko. Þeir töluðu eitthvað saman og ég held að það hafi verið hugmynd hans Ara, bara hvað þú vinnur, kallaði hann út.
hann var alveg mega til að koma inn í ringinn og smá UFC stemming. Já, ok, það útskýrir margt. Ég bara skildi ekki sko hvernig Ari talaði svona góða skosku eða hvað sem þetta var sko og hvernig hann var svona ógeðslega tilbúið, hann var svo fljótur inn í búrið. Já, make sense. En annað barðaði, var náttúrulega Anton Smári á móti Samuel Allard. Hafið þið heyrt eitthvað í Anton Smára? Já, ég hitt hann bara á hann í morgun. Já, bara back. Bara æfingu bara, já. Já, Allir mætti bara mánudagsmótni, bara Já. ferskir. Já, næs. Við vorum bara að glíma á hann. Já, ok, nice. Já. Ég fann mjög til með Anton Smára. Þetta var hvað, svona standandi guillotine, hann var svona með bakið upp búrið Já. og alveg tjókaður út. Ég hafði svona, Hann tappaði sko, bara dómarinn sá það ekki. já, ég held að, einmitt, ég held að dómarinn hafi ekki séð það, ég held að hann hafi staðið svona Já. rangri hlið, eða svona tannlega Já. séð. Greið Anton Smára, við gjössamlega farin. Já. Og var hann alveg bráttur, eða? Hvernig var Það stemningin? var alveg, bara, þú veist, bara alltaf leiðilegt að tapa, en bara svona með við, þú veist, hvernig það, þú veist, fóð það bara, þú veist, hann alltaf bara, er alltaf bara win or lose, bara reyna að vera betri, þú veist, þú veist, bara, og tapið bara aðeins meira sárt, en þú veist, endgólið er alltaf það same, bara betri day by day, og Anton, þú veist, það er ástæðan því þetta er svona ekstra pyrrað, þú veist, bara, þú veist, eins og mér finnst það persónulega, þú veist, ekstra svona meira súrt af því að, þú veist, ég sé, þú veist, first hand hversu mikið Anton er búinn að bæta sig og þú veist, hversu góður Anton er orðinn og það bara, þú veist, ég veit að honum finnst það líka pyrrandi að geta ekki sýnt alla bætingarnar, skilur, en bara, þú veist, þarna en þær eru, þú veist, bara þar, skilur, og bara stundum með maður bara kott í eitthvað svona, þú veist, dót, sko, og þú veist, en núna veitum við bara hvað þurfum að bæta okkur í, og þú veist, bara, og ég er bara gett til að gera það sem ég get gert til þess að hjálpa maður að gera það, sko, þú veist. Já. Heldur hann hafi verið of graður bara í að róta gaurinn? Ég held að það sé alveg bara, ég held að það sé, þú veist, eins og ég sagði við hann eftir barndaginn, bara, ég held að eina sem að, þú veist, ég held að það hafi ekkert verið eitthvað approach sem að vera eitthvað, þú veist, eitthvað off eða eitthvað, bara það eina, ég held að eina sem bara við getum, eða þú veist, bara, sem hann geti kannski reynt að fókusa á að laga, það er bara tilfinningin með hvenar svona á að fara all in og að verja eitthvað ákveðið sub. Út af því að þú veist að þú veist, bara leið og svo tilfinning kemur, bara svona hvenar bara, þú veist, ég kannski hef, þú veist, mig grunar að sé eitthvað að reyna að guillotine mig, en ég kannski er ekki tilbúin að fórna stöðu til þess að verjast það. En svo leið og ég finn bara að, þú veist, hann er að fara að ná að subba mig, þá er ég bara tilbúin að beila á allt og gefa topp og bara til þess að verja subbi. Og mér finnst stundum kveiki ekki allir á hvenær þeir eiga að fara all in og að verja og hvenær ekki. Og mér finnst bara eins og leið Anton, þú veist, byggir þessa tilfinningu upp og veit hvenær að fara bara all in og treystir hvenær hann getur leyft þessu, þú veist, að vera og svona. Þá er, þú veist, enginn að fara að vera að subba eða bara ná eitthvað að tjóka en eitthvað á næstunni, sko. Nei, Þannig, það er góð punktur. já, ég held að það sé svona alveg bara það, sko. Já, ég fann svolítið til með honum að þetta líktist svolítið að á Nordics, þá var hann svona ninja-tjókaður úr svipaðri stöðu, ef maður rétt. Og þannig ég fann mjög til með honum að vera einhvern komin aftur á sama stað og vera söpaður, sko, svona úr nokkurn veginn sömu stöðu. Þannig svona, já, ég var svekktur. Fann mjög til með honum. Hann alltaf byrjaði að pressa gæðan mjög vel, hitt hann alveg með góðum vinstri krók líka, en síðan bara tímasetti gæðin mjög vel en að skoti sitt og þú veist, náði bara að synga upp svona alveg góðu tjóki, en þú veist, Anton var samt svona, hann var alveg, þú veist, hann var svektur en hann var samt alveg svona djöðli maður og fór með eitthvað smá yfir hvað hann hefði mögulega getað gert, þú veist, til að losa þetta, og þú veist, hann var strax bara, bara ég verða, þú veist, ég verða að læra og var bara ótrúlega pepp í það, þannig að þú veist, hann með rétta mindseti, skilur, bara strax eftir þetta, bara ok, nú ætla ég að laga þetta, ég ætla að koma tilbaka 10 sinni betri, sem er bara það besta sem maður getur gert eftir svona. Og það er mjög mikið svona í anda Anton Smára, svona með hvernig ég þekki hann ekki mikið, sko, en alltaf þegar ég tala við hann og eitthvað aðeins ferðast með hann einu sinni út, svona akkurat í hans mindseti einhvern veginn, og við bara svona uppi og áfram og laga þetta, sko. Það er bara 100% rétt. Já, þetta var svekkjandi, sko, því að ég, sko, spáði Anton Smára sigri í þessum bardaga, en maður vissi, sko, að Samuel Allard væri svona gaur sem að væri mjög fljótur að synka inn einhverju söbbi, sko, sem væri mjög fljótur að hóta því og væri jafnvel að fara að gefa stöðu til þess að hóta einhverju söbbi,
en svona þegar það gengur svo ekki upp þá svo auðvitað refsanum fyrir það sko. Ég búinn að sjá hann alveg oft hoppa í ykkur dartstjók og gefa stöðu og Já, ég var ekki búinn að, ég náttúrulega var, bara fókus á minn gæja, þannig, í kampinu var ég var ekkert búinn að sjá neitt gæjan hans Antons, þannig, ég vissi ekkert að þessu, ég vissi bara ekkert hann gæja, ég vissi bara að þetta ekki neitt, skilur, en já, núna líður mér svona pínu, núna vaskaði svona pínu að ég hef séð, hort á eitthvað hann bara til þess að, það hefði kannski, ég geta svona, hjálpað eitthvað, eða bara geta gert, eða ég veit ekki, bara svona eitthvað, offerað eitthvað svona í kampinu fyrir eða eitthvað. Svona í hindsightinu. Já. Hindsight 2020. Já. En annars voru þeir sko ógeðslega svona vel matchaðir sko, þeir svona mjög svipuð reynsla, báðir 1.72 á hæð og 77,15 kíló í weigh-ins á móti 77,2. Þeir voru eiginlega bara mirror sko. Já, kom einmitt og mjög óvart að hann hafi verið svipað hár á Anton. Ég og Anton var með mjög að tala þetta í kampinu að koma óvart að finna og því, ég og Anton með svona svipað hár og svipað bara svona beigður og svipað þungið, skilur. Og við erum alltaf bara tilbúin að keppa móti einhvern miklu, bara öllum hástengæðinum, skilur. Já. En að koma óvart að hann hefði fengið eitthvað svona frekar lágvaxinn. Já, þú mætti sjálfur bara virkilega hávaxnum gæja sko. Já, man ekki, það er að fletta upp eftir hvað var mikill hæðamunur á ykkur sko. Það var mjög fyndið sko. Já, það er ekkert sem í þessu kampi var ég bara spara við Lóa, Steinar og Júlíu sko. Það var bara, þannig að ekkert sem ég var ekki búinn að sjá það sko. Nei, nokkulega. Minn maður Addi Bjarna tapaði fyrir Jacob Calvin. Það var alveg einhvern veginn, hafði lítið búið að fréttast af Addi Bjarna fyrir þennan fætt. En ég veit ekki hvað það bara átt eitthvað slægt kamp eða eitthvað. Átt allavega oft dag. Oft dag, getum sagt það. Það var leiðilegt. En mikið að tjögga vatnið. Mikið að sko taka sér eitt sopa rétt fyrir podcastið, bara í kranunum. Ég held að það sé komin á 3. glas eftir 22 mínútur. En já, ég finn til með Addi Bjarna, hann einhvern veginn sá ekki alveg til sólar í þessum bardaga. Hvort það hafði bara verið einhver off dagur eða hvort það mómentið hafði verið á stórt eða hvað. Já, maður er ekki alveg svona festa fingur á það. Nei. Það er greinilega eitthvað smá off. Ég hélt að hann myndi bara ekki geta tekið Adda niður og þetta myndi bara verða striking fight. Og ég held bara að Addi myndi rústa honum, sko. Já. Ég held að Jacob Calvin er ekki sá sem ég vann mest á öllu kartinu, sko. Já, ég held að sé sama hér sko, því að Ari Bíring átti náttúrulega sína bestu lóti í MMA móti Jacob Calvin á Cage Steel í desember. Það segir svolítið til hvað Ari er góður. Já, og ég hugsaði að ef Ari getur það, þá ætti Addi Bjarna að geta það líka. Þannig að það var mitt svona MMA math sem að einhver hluta vegna klikkaði. Hvernig með þið grunað? MMA math myndi ekki ganga upp. Herru, en það eftir kom Steinar Berg svona móti Jordan Josephine. Steinar Berg svo ekki sáttur eftir bara það. Ég sá bara, veit hvað það endaði en ég sá ekkert, bardagan útræði, það var líka bardagi sem ég var mjög, alveg mikill bömmur, út af því að bara ég held að Steinar hafi verið æfingafélaginu sem ég æði með mest í þessu kampi, bara af öllum, bara ég held ég spara langmestu Steinar í öllu kampinu. Og líka bara alveg eins og Anton, þú séð bara first hand hvað sem mikið hann er búinn að bæta sig. Já. Þannig ég var alveg mjög vongóður bara þennan bardaga og bara, já, þannig að ég sá ekki, ég sá bara útkomuna en ég sá ekki bardagan í heildinni, þannig ég veit ekki alveg hvað fór úrskeiðis en það komur óvart, sko. Hann var svo peppaði fyrir Steinari eftir Norrlandamótið, sko. Já, af því að hann var búinn að bæta svo mikið. Já, maður var bara núna, þetta er bara your time to shine, sko. Hann náði ekki alveg að, hann náði ekki alveg að koma að stað sinni sókn. Nei, það var svolítið sko, mér fannst þess að Íslendingarnir byrjuðu sem við svona aðeins hægar heldur en Frakkarnir. Frakkarnir byrjuðu bara mjög geist og ég hafði smá tilfinningu eftir svona 3-4 bardaga eins og við værum aðeins að krúsidúlast svona fyrstu sekundunar. En mér fannst þess að Jordan Josephine hafi svolítið unnið þetta bara á ákefð og frumkvæði. Það var bara... Það er akkur það sem að Eiður sig var að tala við okkur. Þetta sé svolítið svona íslenskt að margir séu hægir á stað og einhvern veginn og hann er að reyna að íta það svolítið í sína keppendur að bara byrja af krafti. Það er sérstaklega að fara út að ferðast, glímum og svona.
Gaur, ég er, sorry, ég Þú fellur ekki undir Nei, og ég ég fucking fer alltaf bara, ég er alltaf bara að reyna að byrja ekki bara þú veist, fara að gera eitthvað heimsklegt í byrjun, sko. Þú veist, já, ég allavega tengi ekki alveg við það. Ég tengi reynda mjög mikið við þetta. Ég byrja oft bara að geða slagur, síðan þarf eitthvað að gera sem pirra mig í glíminu og þá bara ég svona, ok, herri, þá svona rífum maður sér í gang. Það er erfitt með að maður einhvern veginn bara svona að reyna að vera svo gunni til að byrja með. Síðan pirra gæði mann og þá er maður svona, ok, herri, síðan bara að refsa þessum gæði. Ég tengi alveg við að vera rólegur og svona kannski vera órólegur stundum en þú veist eins og ég hugsa þetta, allavega eins og ég hugsa þetta oftast eins og ástæðan því að fólk kannski sér mig, ég veit ekki hvað, er ég að bíða með að tala um barndag minna, Nei, við getum bara að hoppa fram og tilbaka bara eins og mjög frjálsilt hérna. Það getur í svona röð en ekki röð. En þú veist eins og, ef þú myndir horfa á barndanum mér, það lukkar þetta sem að sé bara svona hamsat skjót max alltaf bara strax. En þú veist, það sem er alltaf svona going through my mind er alltaf bara, þú veist, þetta eru bara 3 mínútur og þú veist, ég eiginlega nenni ekki að, þú veist, eyða einhverjum tíma, þú veist, bara eitthvað, við byrjum eitthvað standi og við erum eitthvað að feinta eitthvað búm og svo er eitthvað vesen, þá er 1 mínúta farin og svo kannski eitthvað, fer ég eitthvað takedown og fer upp fyrir búrið og það kannski er 30 sekúndur farnar til það, þá er það kannski bara 1,5 mínúta eftir af, þú veist, sem ég erum í jörðinni og þú veist, það er ekki ná mikil tími til þess að vinna, þú veist, fyrir eitthvað, kannski er þessi gæði bara tilbúin að fara að halda mér allan tíman og ég næ ekki að gera neitt og geti ekki klára hann, það, þú veist, þannig hugsunum mín er alltaf bara, ég þarf bara að reyna að maximæsa tímanum sem ég get fengið að vinna með, skilur. Sérstaklega í, þú veist, amateur, í, þú veist, pro þá myndi ég allavega halda, bara eitthvað, þú veist, ég get ekki sett það fyrir 100% skilur, en bara ég myndi halda, ég myndi vera til í að svona, þú veist, þá hef ég mig bara meiri tíma til að vinna, skilur. Bara geti verið aðeins meira svona, þú veist, svona slakara með tíman, skilur, ég þarf ekki að vera svona fljótur að reyna að koma þessu í svona, þú veist, mitt game. Bara amateur MMA getur oft verið svo svakalega kaotískt af því að menn eru bara með þetta bara leið og lótan byrjar og hún alveg að vera búin. Já, nákvæmlega. Það er svona mátt engan tíma að missa. Já, en sko Jordan Josephine var mjög hraustur og ákafur og ég fann það sko af því að hann keyrir Steinar svona upp á búrinu alveg beint fyrir fram mig og ég vil að mikill kraftur í honum þar. Ég held að hafa ekki sést almennilega á sjónvarpi eða svona út í sal sko. Hann var alveg vicious og hann var alveg snældi truflaðar sko. En leiðilegt fyrir Steinar skilur, hann tapar einhvern veginn bara fyrir glímutilburðum. Það er ekki hægt að stræka það held ég sko, en menn held ég bara að fara alltaf beint í glímuna. Já, það er satt sko, það sem ég gerir allavega. En þú veist, en samt er Steinar alltaf bæta sig í glímuna líka á fullu. Það er með sem gerir það ekstra meira svækjandi, en þú veist, Steinar er með nákvæmlega sama mentality og það sem við varum að tala um Anton á hann ætla bara að vera betra að glíma og bara ég hef fulla trúnum í því og hann, þú veist, Ég tók líka eftir því ég mætti þarna á sparræðingunni hjá okkur, hann var voða mikið að drilla einhver takedown og... Já, hann er bara, þú veist, takedown sem hann er búin að vera að drilla í kampinu er orðin bara insanely solid, sko, þú veist, bara, hann getur tekið niður, bara, hann líka með svo langar hendur, sko. Já, hann er mjög langan faðm. Veitu þið hversu faðm langur hann er? Er ekki að mæla hann? Bara langur, sko. Langur. Það er einu starti sem ég vantar, rosalega mikið keppmyndir á Íslandi. Þú verður bara að mæta með málbandi næst. Já, og mæla vængkafið. En Jordan Josephine átti svolítið cool moment þegar hann stóð þarna upp á búrinu. Ég held að hann var að fara að pulla Justin Gaethje, sko. Já. En það var flott mynd á honum sem var tekin hann. Hann fóð bara upp á búrið og svo aftur niður. Bara stóð bara, þrábinn á búrinu. Það var helnett. Já, það var svolítið cool, sko. Já, hann sagðist vera bestur í heimi í MMA í viðtalinu. Ég er ekki alveg sammála því kannski. En það er gott. Það er rétta attitúdið til að hafa. Það er rétta attitúdið. Það var einhver ég ætla að koma svona skilaboðum út í kosmosin, en það var einhver vel klæddur kall með sorgleiru á Glacier Fight Night sem að klappaði mér svona mjög aggressíft til bakið, svona eiginlega sló mig í bakið eftir að Steinar Breggs tapaði og sagði, þú ert örugglega mjög sáttur með þetta. What? Og ég ætla að árétta það núna fyrir einhvern sem heldur að ég sé mjög ánægð með að Steinar Breggs hafi tapað.
þá er ég það bara alls ekki og það er bara alls ekki í mínum karakter. Var þetta út að ég man þegar við vorum á einhverju æfingu síðan Samir hann var að fara í podcastið og hann eitthvað það sögðu samt eitthvað að ég var í sísti bardaginn á Gleysi Fight Night eða eitthvað svona og það var svona pínu það svona var ég sem sagði það sko það ég var ekki að tala bara hvað það var góði bardagir minnsti bardaginn er bara Steinar Bergs Norrlandamestari eða eitthvað Já, það er ekki mynd sem eitthvað svona diss. Nei, það var meira bara ég var meira bara svona pæli reynslu mestu bardagmannum eitthvað svona Já Við þurfum kannski að passa okkur á okkur svona. Já, ég er alltaf að skjóta með eitthvað hvert orð sem ég og Nonni segja er alltaf Var þetta ekki bara gæinn sem var að kommenta á fullu þarna í podcastinu? Talar ekki illa um þetta Stoneman, sko. Nei. Þetta ekki bara hann sem var að klappa ykkur á bakið? Auglýsum eftir þessum manni. Já, spurningu sal. Af hverju er The Cable Machine byrjuð að bogna? Cable Machine? What? Hver er að spyrja það? Mjölnir MMA. Hver er The Cable Machine? Já! Ég held að var eitthvað hérna. Ég bara veit það ekki það er bara því að ég fucking er ekki notan að rétt það er ekki ég sko, ég lofa því ég er eini sem notan að rétt sko. Mikki kemur hann að komi plaggat út af Mikka sem er bara svona ekki setja auka lóð á Cable Machine út að hann kemur með einhverja framlengu til að setja bara 20 kilo lóð í maxi líka og sem bara gera einhverja rugglaðar æfingar og síðan er eitthvað vírin að fá slitna á þessu og maður kemur til Mikki plaggatið og bara ég sá einu sem notar þetta rétt allir hínir að skemmu þetta er ekki ég Lítið naggurinn bara að holda nautið bara þetta er ekki ég er alltaf með rétt átaka sko. þau ekki þetta skakt og það er að eðalga vín sko. ég er bara, það er allt sem þú segir satt sko. Ekki þaukt það er fleiri komment goddamn algjör og náðu sem þetta er live ég sammála því spurning fyrir Breka hvað er hugsunin á bakvið það að breyta prófílmyndinni á Insta í Mikka já, sko, ok ég sendi á Mikka bara í dag ég sá þessa mynd ég var bara, shit þetta er nettasta mynd sem ég sé á æfinni og ég sendi á Mikka Mikki, ég var líka að tala um þetta bara í bílnum á leiðninga ég sagði, Mikki, sett það sem prófálmyndina hérna, núna Mikki, ægilega hetja, svara mér ekki í smá tíma þannig ég segi bara, breytti því eða ég breyti þessu í prófálbyggið mitt og það var hótað líka að keira aftur á bíl ég mögulega hótað að game enda okkur báða ef hann myndi ekki gera hann lofaði að gera það á leiðin tilbaka ég var ekki fann að segja lofa jú, þú sagði ég sagði ég skal gera það á leiðin tilbaka og já, þannig að ég bara svona, setja það bara sem myndinu mína þetta mynd sem ég sé, það er bara það er störtlu mynd sko er það myndin frá Gleysi Fight Night? Já, það sem hann með bróðansverið eitthvað nei, þetta er eitthvað svona svörtkvít mynd þegar hann lappa út úr búrinu held ég það var náttúrulega algjört stríð þarna sko, gæinn, hvað opnaði hann ekki einhvern skurðaður eða eitthvað og það er ekki ástæðan fyrir blóðinu ég er ekki bara því ég skaut og nutta hann er mér út Mikki kem ekki eitt svektur inn í klefan bara eitthvað Gaur, bara, það er svo pirrandi að ég fæ, þú veist, hann fær alltaf blóna sig bara alltaf þetta er rosaleg mynd þetta er nettasta mynd sem til bara af einhverju manni þú veist, ég skil ekki að allir er ekki með þetta sem prófarbygginu sko. ég ætla að breyta sko. þetta er nettasta mynd sem ég sé sko. það er bara staðrind komment eitthvað, núna byrja að stera ásakanirnar hell yeah Mikki tjóðum ekki pluss óra á svo að mynda ég ætla að nota hann líka Mikki kom líka til mín bara horfði í speilinu bara, ég lúk eitthvað svo blótið og ég bara ertu eitthvað rugglaður bara lúkar insanely jacked og hann bara þú mátt alveg vera hreinskilur ég bara, ertu rugglaður bara mest í jacked gæði sem ég sé á æðinu og það bara, lúkar pínu blótið hvað ertu að segja sko já, ég reyndar ég saltmaksaði smá eftir köttið ég held ég teki aðeins svo mikið fucking saltinn og svo daginn eftir að vaknaði ég fucking þrútinn bara í andlutinu þetta er sem þú ennþá drekkandi svona mikið vatn ég veit ekki, ég er ekki búin að drekka það mikið í dag ég veit ekki en þessi mynd mætti fara upp á vegg í Mjölni, eða ekki? Þetta mætti fara upp á vegg bara inn í stofum hjá öllum sko. Ég hef að setja bara inn í herbergi mitt er þetta ekki bara jólagjöfin til allra
Já, alla einstæða mæður að núti bara. Talandi einstæða maður. Já, hvað? Bara. Nei, hvað þú vilt? Hvað þú vilt? Nei. Já. Þú veist, rjómi. Já. With you. Bara að þú vilt segja. Þú veist, Pínu búin að ég ljúka er upp að í vitni eitthvað fyrir löngu, það var einhver mamma sem sendi eitthvað DM eitthvað tímann á mig og eitthvað, ég veit ekki, bara lækaði storyið mitt eitthvað tímann og Þú drakst ég á algjöran meistara hérna. Já, og ég sendi eitthvað svona ég með svona edit síðu, Rjómi edit sem ég er eitthvað að leika mér að gera edit þarna og hundurinn minn heitir Rjómi, þess vegna heitir þetta Rjómi edit en ég gerði eitthvað svona, þetta var þarna þegar það var gett vinsælt þarna When I'm with you og gæðin svona horfið deadpan inn í myndavélina og svona svartkvít mynd af einhverjum sköllóttum gæja sem er gett intensely að horfa á myndina og svo er eitthvað lag að spilast undir og ég gerði eitthvað svona það trend með hundi minn og ég bara, eina sem ég replæði við gæluna var bara sendi bara það vídeo af Rjóma bara að horfa deadpan í myndavélina með þessu lagi og svo bara ekkert meira og það er bara my game eða bara Það er the risk game, sko. Svona þetta. Game is game, sko. Það er að nóg komandi mín, við erum að fara yfir. Hérna, hvernig fenguð þið Brock Lesnar í viðtal? oh damn Ertu að skallaði Brock Lesnar? Nei, þú veist ekkert, ég myndi ekki svo oft kannski svona 3 ever And counting, sko. Hérna, já, svo við bara chatti bara að tala við sjálfum sig. Spurning til Inga, af hverju þú ekki með myndina Mikka á Insta? Það er að segja, fólk er bara on it, sko, það er allir að vera með það. Ég meina, setja þessa mynd sem prófarbyggi ykkar og þá fara einstæða maður að DM ykkur, sko. Já. Þetta er ekki flóknar það. Ég, kannustu það. Alltaf að para ykkur saman með ykkur að fætira og, sko, Instagram með mitt er mesta svona eitthvað glory rung, sko, alltaf ég á mynd með ykkur sem var að vinna beltið eða eitthvað. Það er, þú veist, loksins á ég smá ADCC medalíu, sko, en það er skilað sig alveg, sko. Tengirðu við það? Nei, en ég veit að þú duglegur í þessu. Þú með, Tinder-prófiliðin fullur af, fæturum, eða ekki? Jú. Nei, ekki, þeir hjálpa þér. Já, það hjálpar, sko. Þess að wingman á hverju mynd. Já, wingman á hverju mynd. Og svo mæti ég á deitið og það er bara, Það var þessi. varst það þú? Svo vinnur maður að rifra með fallegum hlátri og persónuleika maður. That's how you wheel them in. Herri, þetta er Ég var með hugmynda henni, ég bara veist ekki hvert ég ætti að segja. Ekki sitja á neinu, Breki. Já, ekki. Bara láttu allt Já, flakka, ég- sko. Bara, Mikið er svo mikill mystery man, sko. Við þurfum að vita. Hvað, ég veit ekki hvað þetta tala ég held þú myndi fatta. Nei, ég bjó einhvern tíma til Tinder fyrir mig. oh my god Og var mikið á Tinder og síðan var bara að byrja að mattsa við einhverja gerði mig líka, gerði mig ekki bisexual lesbian Ég sagði eitthvað, ég man ekki hvað ég sagði, ég gerði bara allt svona skrautlega sem ég fann, sko, Mikka og síðan var ég byrjað að matcha við einhverja skrautlega manneskjur og þá kom Mikki bara, ég var eitthvað, ég er búin að setja upp dateina fyrir því með þessum hérna og Mikki bara, hver er þetta? Og bara, núna eigðu þú þessum account og það var ekki alveg nóg sáttur með mig. Eru þið svona Hákon og Kitty Mjölnis megin? Svona, það hljóma svona eins og þið séu svona alltaf að stríða ykkur öðrum og eigi þetta bestu sögurnar. ég þekki eiginlega ekki eitthvað ákvörn að geta það mikið en þú veist já, örugglega, ég veit ekki þú veist, Það er svo, hljóma svolítið þannig. já Eru til 2 meiri sprelligósar en þið í Mjölni? sprellu hvað það sko ég myndi segja þú veist þegar Stebbu og Breki þetta í gýrin sko þá geta þeir verið rosalegir mér finnst eins og ég sé svona aðeins svona ég veit ekki svona aðeins svona nenni ekki alveg fullinu sem þeir geta gert oft sko en þarna já örugglega bara þeir 2 sko Ég sé að Breki alltaf vera svona miðpunkturinn í þessu. já Þetta er ekki alltaf eitthvað Breki og Mikki, Breki og Bjöggi. Já, þess að rífa stemningun upp, sko, stemningsmaður. Já, ég er bara stemning. Það er Með afsökunin mín. Tindir hans Mikka, bara ég er bara stemningsmaður. Þetta er bara smá stemning. Sér hvað gerist. Geggja, ég hefði elskað lífið svo mikið ef að Mikki hefði farið á eitthvað bisexual lesbian date út í bæ, sko. Það er haft, sko.
ég held ég færi bara ég færi alltaf brosandi að svo ef þetta hefði gerst Ég er fengið þessu viljum alltaf Ég ríf upp akkantinn starta hann upp aftur og setja upp eitthvað date og síðan fer ég hana með mér svona hidden camera og Nei búm til eitthvað svona vlog úr þessu sko. já, Þetta er content sko. Þessu bara já, eitthvað svona fighter in the cage, lover in the bed eitthvað svona þetta selur sig sjálft mikið Herra, gamlega, ef hérna þetta vist ekki Tinder og ástarmála podcast þó að það sé skemmtilegast að ræða það Mikið og þú reynir að gera það núna já, ég að segja dating after dark það verður næsta podcast sem ég verð með það verður geðið Herra, hérna Steinar Bergs, Stjórn Jófín mjög svekkjandi fyrir okkar mann minn mann, Steinar Bergs minn mann klálega saman hvað þessi kall út í salsæði og það sem þú segir Ég er mikill fan af Steinar Bergs Já. Mjög mikill fan já, þegar við segjum að þetta hafi verið síst í bardaginn þegar þú segir Ég var bara svona að hugsa meira... svo í hvað röð maður myndi setja barndagana og Já. þá hugsaði ég bara, þú veist, bara út frá svona reynslu svona hvernig maður myndir að þessu, þú veist Já. það var, þú veist, Það var rósa á hversu gott kvöldi var að það er engin svona lítill uppbytun að fæta, þetta er bara allt bengars, Já. þú veist erfitt að finna einhvern lítinn barndag alltaf að byrja á þarna já. Við þurfum að passa hvað við segjum Ég veit það ég nenni ekki að vera cancelled þvísvara einu ári Hvað var fyrir Já, Finnst ekki með henni byrjun ástmaður Já, ég mann því Nýjáskjöfum sem við fengum frá hvern þjóðan Ég er enda, ég persónulega, ég túlkaði þetta bara svona eins og ég held að þið hefði mynd þetta Já. Ég er enda mann ekki alveg eftir sem ég held að 99% þeirra sem að hlustu hafa túlkað þannig Já. Svo var náttúrulega önnur túlkun sett já, út einmitt en ég og íslenska kvenþjóðin náðum ekki alltaf saman það er bara einhvern veginn það er bara staðmálsins Já, þú Já. ert að leita út fyrir landsteinuna Já, heldur við að flytja þetta inn sko. Herru, Jón David Francisco mætti Aron Oliphant í svona fínum bardaga Já, skemmtileg bara það Já, sáum ekki alveg svona sama urgencyið og Jón hann er svona þekktu fyrir en ég held hann hafi púlast með aðra býring á þetta og verið bara svona smekktóka þarna á Já, þegar hann nætti undir já, þetta var svona þeir voru svolítið að hafa gaman að þessu já Hann er eitthvað svona, ég droppaði þig og eitthvað Já, En svo er hérna, Aron Oliphant er búin að vera að posta þér og Dóra á fullu á storyið sitt og alltaf bara relax lads Já. Þannig að uppkikki kom og þeir er alveg bara Oh my goodness já, og hann er bara relax lads og eitthvað já, ég sendi hann skilabóð á hann og var bara, herri, ég geti að missa mig í gliðinu, sko. En sko, hann er ofan á honum og hérna, Jónda kemur með bara, hérna, svona upkick og mér fannst, sko, Aron Oliphant bara, þú veist, hausinn hann bara svona, þegar svo langt aftur fyrir og augun einhvern veginn bara, eitthvað, ég held í alvegni að Johnny væri bara að fara að rota hann, sko. Hann lendir einhvern tveimur og hann myndi ná að standa upp og þetta væri bara svona upphæfið að endanum, sko. Og ég held að Aron Oliphant kannski bara upplegaði líka þannig og þess vegna sér hann eitthvað svona downplaya þetta, sko. Já, kannski En já, ég misti mig þarna í mæknum, sko. Ég er líka bara elskar Jonna svo mikið, vorum saman í Tælandi í mánuð og það sem gerist í Tælandi, þú veist, stays in Thailand, sko. Náður ekki að flytja neina konukallinn þá eða Nei, ég náði því ekki. Sama hvað er Nei Mér tókst það ekki, ég reyndi að víla þér inn en það gekk ekki, það slitnaði alltaf þráðunum. Nei, alls ekki, en hérna, að vera í mánuð í heitu landi með Jón David, sko, maður lærir að elska kallinn, sko, þannig að hérna. Já, ég bara hefði viljað sjá sigurinn hann. En hann sagði eftir fætina að hann væri samfærður að hann gæti tekið það. Já, tjóðlega eru þið bara allir góður í glímu þannig í high level í Skotlandi Já, maður sáði líka á, sko, Aron Oliphant, sko, tekur niður Jonna, sem er ekki auðveld, heldur hann svo niður í, sem er heldur ekki auðveld, en er ógeðslega yfirvegaður allan tíma. Hann bara, já, hann er bara rosalega góður í glímu, bara secúrar stöðuna sína rosalega vel og, já. og leynir á sig hvað hann er sterkur sko. Þú veist, Já. maður horfur á hann og maður hugsar ekki, hann sé svona sterkur svo bara einhvern veginn heldur hann Jonna niður sem maður sér ekki marga að gera Nei, einmitt. kom hann ykkur á óvart Já, ég sá reyndar ekkert mikið. Ég held að ég annarkvort er að hita upp með Mikka að loða þegar bardaginn hans var. Já, mikið náttúrulega beint eftir á ekki? Já. Já. En maður sá allan að Jonna hérna hitt upp og hann lukkaði bara ótrúlega smúð og flottur sko í öllum svona transitions á jörðinni og sem maður sá á hann sko. Ég held ég hef ekki glímt við hann eða neitt hann sko. En hann lukkaði mjög flottur þannig að fyrir bardagann
en já, ég held ég ekki sé mikið af barðanum. Ég sá uppkikkið út að allir í backstageinu byrja að öskra sko þá, bara þegar gerist, þá lítur maður á skjáin, en já, þessi gæi hlýtur að vera góður ef hann var allt honum niðri sko. Já, hann þetta líka bara svona sannur íþróttamaður, skilur, byrjar að æfa MMA 16 ára og var þá búinn að vera í fótbolta og fimmleikum og einhverju boxi og eitthvað. Þetta svona bara gutti sem hefur alltaf verið í íþróttum. Svo litli bróðan hans líka fætir, hann alveg með ykkur 5 barðar undir beltinu líka. Já. Svo með hann í hóðinu, svo náttúrulega Dylan the Nuke Took. Það guður með eitt mest kílanlega andlit sem ég veit Mér svo skemmtilega gæi, sko. Mér finnst það bara funniest gæi í MMA, sko. Hann var í PFL og Bellator og eitthvað. Og þetta gæðin sem sagði við mig þegar ég var að filma á Cage Steel, hann eitthvað, nice phone case bro, og þegar ég var með bleikan síma, svo fór ég á Instagram og svo sá hann í bleikum buxum, svo ég kommentaði, það var svo nice pants bro, og nú erum við áttum vinnir. Ein besta saga sem ég hef heyrt það sagði. Já, sagan heldur áfram, það má ekki segja hana í podcastinu. Já, sagan heldur áfram, en hún fær ekki að fljóta hérna. Erum við ekki búin að tala að við séum ekki að halda hann inn í Já, baka? nákvæmlega, er það ekki þín orð? Já, en þú veist, ég vil ekki segja neitt that will incriminate me, sko. Já, blessar. Herru, droppum þessu. I've said too much. Nei, veitu, nei. Þú varst með bleikan síma, eða þú varst með bleikstöður, hann var í bleikum buxum, og svo gerðist mögulega eitthvað glæpsamlegt. Já. Það er svo myndli. Já, það er alveg yndislega vinn að það búin að myndast á það. Biggi, þú veist alveg að þú verður að segja. Nei, ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt það ómjögulega. Við verðum bara að hætta hérna. Býtu, getur þú samt sagt okkur hvort að viniðin hafi verið hana líka og hann kannski gera eitthvað? Nei, við verðum að droppa þessu. Sorry, ég er búin að segja allt mikið. Er þetta kynferðislegt? Nei. Ég get staðfest það var ekki neitt kynferðislegt. Herru, droppum þessu maður. Let's move on. Býtu, stáliði hjarta hvort annað svo þetta er ástarglæpur. Já, eiginlega sko. Já, við erum átnið bestu vinnir. Biggi, þetta er skrítið. Fiskum þetta upp úr Ég skal segja ykkur þetta eftir þáttin. Já, blessar. Já, þá get ég bara, þú veist, editað þetta inn og... Já, þykjum sér að hættir að rekorda og... Já, þetta þú veist, menn eru alltaf að koma þegar þessi mikrofónir eru heitir, sko, og segja okkur eitthvað slúður, sko. Bara milli okkar, og ég bara, varst að segja þetta live. Herri, já, geðveikt. Herri, svo kom að stjörnu kvöldsins, sem að snýra svo öllu við, létti stemningunni. Það var Mikael Lækilbönn, mótið Rafael Navello. Sko, Miki, 1.68 á hæð, mótið Rafael Navello sem er 1.91. Sko, ef að pappi minn er 1.71 sem hann er á vefbrjónu sinni sem sákvæmt honum, þá er ég definitely hærri en 1.68. Þú ert skráður 1.68? Já, þeir spurðu mig bara og ég var sko skráður sem lærri sko, en ég sagði svona 1.68, 1.69, en sko, ég myndi segja að það væri frekar accurate, en ef að pappi minn er 1.71 þá er ég definitely 1.70 at least sko, ég er hærri en hann sko. Já, ok, og hann segist við 1.71? Já, á vefbrjónu sinni. Á vefbrjónu sinni. Tekur það mjög skýrt fram. Ég elska að menn nota þetta mikið sko, eða spurt hæð þá segir já, þetta er allan á vegabréfinu mínu, þannig að það hlýtur að vera satt. Þetta er svona, það er bara svona eitthvað gælan sem er að afgreiða vegabréfinu segir bara, já, hvað er þetta hár? Já, þetta. Já, það er á vegabréfinu mínu, þannig að það er satt. En pappi minn lenti þessu, hann var að fá sér nýtt vegabréf og það var 180 og konan sem var að vinna vildi mæla hann aftur og hann bara, þú tekur þetta ekki af mér. Þetta er, menn henda á sig auka 3 sentimetrum hann, sko. Það hlýtur að vera. Já, þannig að hvað segir við vegabréfið þitt, Biggi? Hvað segir við vegabréfið þessu stór? 1.68. Vegabréfið lífur ekki, sko. En Navello var alveg góður 1.85 eða eitthvað, ekki? Ég er 1.91, vá, hann var svona stór. Já, það munnaði 13 cm. Já, fuck. Það já, þetta var líka alveg fyndið að sjá okkur í búrinu, skilur við. Math not mathing, er ég trúin? Já, er það þá 23, spyrir? Það fyrir eftir hvaða tölu við erum að miða við hjá Mikka, sko. Það er búið að vera óljós breyta í þessari jöfnu. Já, nei, það er 2/70, það er þá 23. Já, það er rétt hér. Ságafaði, sko. Já, fyndi að við sögðum fyrir podcast að kynslaðan okkar væri betri en þeirra, svo kem ég bara með eitthvað liðlega starffræði. Nei, ég sagði bara að við varum nettari.
I just think we're better and cooler than those guys. Já, Ég er túlkaði ósammála eins og því, við sko. værum betri. Bara út af, ég get bara pullað upp myndina Mikka og þá er ég búinn að dispjúta þetta claim hjá þér, sko. Já, en hvernig var svona, þú veist, það er náttúrulega 2 ár síðan þú bara síðast, ekki rétt, á Nordics, varst búin að vera að glíma við ykkur meiðsli, þjáður þið þarna öxlunina og hvernig var svona að koma tilbaka? Fannst þið fyrir ykkur svona ring rust eða? Nei, þú veist, sko, bara, já, hugsunarhátturinn var bara aðeins öðruvísi, þú veist, áður fyrir hef ég alltaf gert hluti bara gett svona stóra í hausnum mínum, bara svona, og setja þetta svona óþurfa pressa á sjálfa mig, skilur, bara svona, þú veist, fólk veit alveg svona, ég er frekar góður í svona stafkjörnum, eða bara frekar góður, skilur, það bara þannig, alltaf vera svona, líða svona eins og ég þurft að performa, bara svona annars ég bara að bregðast öllum, skilur og eitthvað, en þú veist, núna, bara eiginlega bara nennti ég ekki bara að vera stressaður, þannig ég bara hugsaði bara að bara beila bara allt baggage sem fylgir því að vera stressaður og hugsa þetta bara alveg eins og æfingu, skilur, bara þú veist, ég er náttúrulega bara æfi eins og brjálæðingur, þú veist, og svo gengur mér bara vel á æfingu, þannig að ég hugsaði bara eitthvað shit, ef mér gengur vel á æfingu og ég hugsaði þetta bara alveg eins, þá ætti þetta bara að ganga allt í lagi, skilur, og það gekk bara vel, þannig, já. Gekk mjög vel. Og Gunni kom til þín og sagði tími til að stoppa blæðinguna. Já, rétt áður en ég var að labba út og sagði hann já, tími til að stoppa blæðinguna. Þannig, já, það var eitthvað, já, og ég gerði það þannig. Já, heldur betur. Þú komst með tjókið, var þetta í annar lótu, var það ekki? Já, annar lótu. Hann lifið af, þannig að fyrstu, þú skaust og tójaði bara í öklan á honum. Þannig að hann sprólaði alveg frekar vel. Já, upp við búrið. Já, var það ekki? Jú, þannig að við skýta eitthvað, við endum eitthvað við búrið og ég var eiginlega bara að reyna að halda mér slökum allan tíman, bara út af því að ég vildi ekki vera eitthvað svona að reyna, gera eitthvað, chase eitthvað, allt og snemma og bara gasa út, bara eitthvað henda mín eða eitthvað. Já. Bara eitthvað svona óþurfa, bara svona vera að forsa eitthvað og þannig að ég bara, var bara svona, ætla bara að taka allt sem hann var að gefa mér og reyna bara að gera allt frekar auðvelt og ég fer í eitthvað takedown og hann svona reyna snýr mér einhvern veginn og svo næði ég aftur að komast inn á löppin hans og þá prófaði ég bara að kippa í fótinn hans og bara svona low effort dæmi, bara það virkar og svo endaði ég bara á hann. Já, nice. Ég var mjög impressed þegar ég sá þetta, ég bara, það var svona eins og mættir ekki bara ná neinu taki á honum, skilur við, þannig að hann gerði vel, bara mjöðmendur og þungar og svona og það var bara eitthvað svona, ekki ökli eða eitthvað sem ég get gripið í og eitthvað, það svínvirkaði þér. Já, það er búið að vera bara eiginlega main takeaway frá bara, ég var að setja við Gunna bara, fyrir viku eða eitthvað, eða bara, svona stærsta svona takeaway sem hann sagði við mig einhvern tímann eftir eitthvað æfingu eitthvað að þú þarf bara að taka það sem fólk gefur þér, skilur. Já. Og það bara resonateði ekkert eðlilega mikið með mér út af því að ég er alltaf að reyna að glíma við Gunna að reyna að taka hann niður einhvern veginn og stundum enda ég bara alltaf á að reyna að forsa eitthvað, bara að reyna að forsa einhverja stöðu sem ég er góður í, en þú veist, ef að gæinn er góður og hann er ekki að gefa þér nákvæmlega þar í action, þá þarftu bara að gefa, þú veist, taka í því sem hann er að gefa þér, þú getur ekki, skiptir ekki máli hversu góður þú ert í einhverja ákveðnu stöðu, þú getur ekki forsað hann í þá stöðu alltaf og bara búist það að virki, þannig og bara alveg síðan Gunni sagði það þá hefur allt orðið miklu auðveldra. Já. Bara, já. En það kannski spila hans inn í hvað þú ert með mikla reynslu í glímu. Þannig að kannski að opnar eitthvað X og að þú þekkir ekki stöðuna og kannski sem maður ekki heldur, sko. Já, ég er samt líka mjög svona, ég á það alveg út því ég er ógeðslega þrjóskur, þannig að ég á það til að svona, oft bara svona, jafnvel ef að einhver ekki að gefa mér eitthvað ákveðið í action, þá hugsa ég bara eitthvað, ég ætla bara samt að gera það sem ég vil gera, skilur, bara, þú veist, bara skiptir ekki máli, ég ætla bara svona, bara negla mér í gegnum það og bara svona forsa það, sem er bara, þú veist, ekkert, þú veist, bara þú kemst bara ekki upp með það alltaf, skilur, og það er líka bara miklu erfiðara að gera það, þannig, já, bara miklu betra að taka bara sem gefst og vera bara nógu góður að geta nýtt sér það, skilur. 100%. Mikið sens. Þetta var ekki, þú svona semi-rinni tjókaðar hann, en það virtist ekki vera alveg, skilur, undir og fyrir fór. Já. Það var svona eins og eitthvað... Ekki bara svona lói lóa? Jú, þetta var svona pound to pound. Ég eiginlega tjóka alla, bara alltaf þannig,
bara, þú veist, Valli sýndi mér einhvern tímann eitthvað svona þannig útfærslu alveg fyrir ekki langt síðan og síðan þá hef ég bara held ég ekki tjókað neitt svona venjulega, þú veist, svona fully lockað, bara svona eins og það kennt að really naked choke, ég held ekki gert það bara í langa tíma, sko, bara ég ger alltaf bara pound to pound, bara út af því að, þú veist, aðalega bara út af hönskunum held ég, þú veist, erfitt að ná, þú veist, ég er með stuttar hendur og það er erfitt að ná, þú veist, höndunum svona slæta öllu undir, þú veist, ef ég er með hanskana, en ef ég fer pound to pound þá er það bara auðveldara að ná, og þú veist, ég er alveg nóg sterkur til þess að geta bara, þú veist, gert nóg mikið, þú veist, generata nóg mikið kraft þarna til þess að geta, þú veist, forsa tapið oftast. Gimpa? Já. En þú náður alveg að komast undir, þú veist. Já, þetta var svona, ég myndi halda það, en þú veist, samt var þetta, sko, ég var mjög hissan að tappa, sko. Þú veist, ég held að hann væri bara að fara að snúa sér, ef hann hefði bara snúið sér smá, hefði hann sloppið, sko. Ég var pínu svektur þegar hann tappa út af því að, þú veist, það var svona, þú veist, fannst mér eins og ég fattaði svona hvernig típa gæja þetta var, þú veist, ég er ekkert eitthvað að reyna að dissa núna, skilja, en bara, þú veist, mér fannst þetta væri smá svona quit tap, svona eins og hann væri bara að gefast upp, og þú veist, eða bara svona eins og, þú veist, það var ekki fully on, hann var bara tilbúin að gefast upp, og þú veist, sko, leið og ég fattaði það, þá, þú veist, ég hefði viljað níðast á hennu meira, þú veist, þú veist, ef þú veist að gæja svona quit prone, þá svona, þú getur svona byggt upp að því og svona leiðbeint honum að, þú veist, að því að gefast upp og það svona, svo tilfinning að bara, það bara svona hægt að hann drekkir honum í bara svona þangað til hann, þú veist, bara þangað til hann gefst bara upp, skilur og þú veist, ef ég hefði vitað að hann var eitthvað svona þannig típa gæði, þá hefði ég bara, þú veist, reynd að gera allt miklu verra, þú veist, bara frá byrjun en já, það er svona pínu svekkjandi en þú veist, ég meina, hei, ég vann, þannig að það var, þú veist, cool, I guess, en bara En þið langaði að refsa honum meira, svona Já, þú veist, bara, ef þú veist að gæja svona á það til að gefast upp þá, þú veist, þú getur svona byggt, svona, þetta er eins og svona míter, þú getur byggt upp svona, þú veist, míterinn svona, þú veist, bara gert þetta, þú veist, upp að, þú veist, að hann gefist upp bara svona andlega og það er svo insanely satisfying tilfinning þegar maður getur bara svona brotið eitthvað og já, það er bara það er eiginlega miklu betur en að subba eitthvað bara því, þú veist, þú getur bara svona að láta hann bara, þú veist, bara hætta Já, bara stólið sálinn hans Já, nákvæmlega Það leika sér að matnum, eitthvað. Já, en hann bara tapaði of snemma og þú bara Já, ég var hissa, sko, þú veist, bara, já, náttúrulega var glæður að vinna, en þú veist, bara, svona eftir að það er ég svona, shit, ég vilja, þú veist, ég vilja svona kúka hann aðeins meira. Já, en ég var bara mjög feginn að sjá sigurinn og sjá þig í búrinu fá sigurinn eftir svona langa fjárveru og svona. Já. Ég var himinlifandi yfir þessu og hérna, er þú eitthvað svona, hann bara kvittir. Þú veist, já, þú veist, ég ætla að það var svona sensi á, ég veit ekki, kannski var þetta að lokka betur en ég held, en þú veist, ég held að þetta hafi ekki verið alveg on og hann hefði bara verið svona pínu tilbúin að gefast upp. Já. Það er svona sensi mitt, en þú veist, kannski hef ég rámt fyrir, en ég held það og, já. Er ekki bara, kannski fann hann bara fyrir því svona í fyrstu lótu og í annar lótu að hann ætti kannski ekki break, skilur, kannski varst bara búin að taka sálinn hans. Já, kannski. Búin að brjóta niður bara með vel tímasettum skotum og Já. það. Þessi hugsaði að góðu tíma að hætta bara hér og hann fyrir eitthvað að börsta með open með einhverjum höggum. Já. Þú fegst hann blóðansir? Já, ég veit ekki hvort það hafi verið eftir högg frá honum eða bara, þú veist, við eitthvað nudd bara í glímunni, þú veist, ég fæ oft bara blóðansir á því að nerra, sko, bara og fast, sko. Já. Er ekkert spurning að brenna fyrir, eða? Jú, ég hef gert það alveg tvisvar eitthvað, en bara, ég með svo grunnar æðar, en þú veist, það bara svona, eru bara við, þú veist, bara svona, þú veist, við bara svona, hvað segir maður, bara við yfirborðið á, þú veist, bara gett nálagt, þú veist, svona, það eru bara grunnar, skilur. Þannig það er bara svona gett, þú veist, það er bara gett svona auðvelt fyrir maður alltaf að fokka þig upp aftur. Þess að bara ekki að ég fæ eitthvað högg eða, þú veist, eitthvað nudd, sérstaklega á veturna ef það, þú veist, ógeðslega þurrt og kalt úti. Þá fæ ég blóðinu sér rosalega auðvitað. En þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þetta er bara alveg pirrandi með upp að fara lukkið og svona dóti, en þú veist, eins og fólk kannski sér eitthvað blóðinu sér og bara svona, shit, þetta er, hann er að vera tekin, en þú veist, ég fæ blóðinu sér, þú veist, amma mín geti gefið mér blóðinu sér bara með því að, þú veist, bara eitthvað, þú veist,
grípið niður á mér, skilur bara, þú veist, þetta þú veist, ég fæ blóðan sér alltaf Já, svona viðkvæmið nabbakútur svona. já, þú veist, ég er bara vanið Já, Kannski er að bara að fara í dómaraúrskurð og dómararnir kannski horfa á blóð og eitthvað svona halda þessi damage. já, það er vesinn. En ég varst það bara lúk sko að vera smá með blóð smá svona í tríninu þannig Já. að fá hendina raised. já, Mér finnst það bara grjóthart, sko. já, takk En bara, annars hefur verið bara alveg clean. Það hefur verið bara eitthvað svona, smá sviti. já, Það er ekki nefnilega gott. En þú átti mjög einlægt viðtal. Hérna, post-fight viðtalið var mjög einlægt og ég held að þú hefur eignast fullt af aðdáðandum. já, Þetta var stráng heiðalegt. Ég man ekki nákvæmlega hvað þú sagðir. Þú hefði bara Já, ég- drullaðir yfir hann að gæja fyrir að hætta og... já, ég var ekki beint að meina það sem eitthvað svona, ég var ekki að meina það á eitthvað svona slæmanhátt, ég bara svona hugsa bara það sem er datt í hug, sko en þú veist, ég fatt ekki að þetta geti verið túlkað sem eitthvað svona diss eftir á en þú veist bara, þú veist, það þekki allir, eða þú veist, kannski ekki allir en bara svona, það þekki allir flestir svona típuna sem ég er að tala um, svona gæðin sem að lúkkar gett svona, þú sérð hann svona kannski að putts með þú veist, að skuggaboksa eða eitthvað hann svona, shit hvað þessi gæði lúkkar crisp og tæknilegur og svo einhvern veginn svona, leið hluti verða erfiðir þá svona, er hann ekki lengur þessi hetja skilur, bara svona, er hann ekki lengur geggjaður, Nei. þú veist, það er svona smá sem ég var að tala um, bara svona, þú veist, ég held að hann sé smá svona þannig típa, bara svona, ef að allt er geggjað og hann er, þú veist, bara ferskur, þá er lúkkar hann, þú veist, geggjaður en svo leið hluti verða erfiðir, þá verður þetta svona brotnar hann aðeins. Þannig, þú veist, þetta var svona pínutis, eða þú veist, ég var ekki að meina það samt beint þannig, en já, það skiptir ekki máli, hann kann ekki íslensku þannig, það skiptir ekki máli. Já. Þú var svona ekki mikið hrós til hans sem að koma frá þér allavega. Nei. Rafael Novello sko keppir úslega mikið, hann er bara að keppa 6 sinnum á hálfu ári og á bókaðan barða í apríl. Er þetta ekki allt of mikið? Ég vissi ekki Ertu ekki rugganum við Samuel Allard? Nei, eða. Ég ætla að skrifa þetta hjá maður. Allard er sá sem með bara í apríl allan sko. Já, það. Já. Ég vona að ég sé ekki að ruglast. Já, kannski er ruglast. Ég er alltaf að ruglast. Sko, nonni ruglast er að verða eitthvað svona ætti að trenda sem eitthvað mím, sko. Gaman að þessu. Hérna, já, virkilega gaman að sjá þig í búrinu og ég held að hérna, þú hefur eignast mjög marga aðdáðendur sko fyrir performanceið þitt og Já, svo ennþá fleiri aðdáðendur fyrir post-fight viðtalið. Já, ég kom að óvart hvað margir sem fokkin bara, þú veist, voru spenntir að segja, eða þú veist bara, ég vissi ekki að svona margir, þú veist, fíluðu mig, eða þú veist bara svona, já, það var bara allir voru get peppar að sjá mig, bara, þú veist, bara yfir höfuð, þú veist, ég kom á óvart. Já. Þetta er búið að vera long awaited return sko. Já, ég vissi ekki að fólk var eitthvað svona spennt að sjá mig, en þetta var skemmtilegt, sko. Já, það kemur mér eiginlega ekki óvart, sko. Nei, alls Því ekki. að oftast er sko þegar ég er eitthvað svona að tala um MMA og eitthvað við fólk svona út í bæ og ég er svona, já, MMA-fréttir, eitthvað. Þá var alltaf fyrst spurt um Gunna og svo er spurt um litla strákin. Alltaf hérna, hvað heitir hann alltaf hérna? Hann var svona lítill eitthvað, er hann ennþá að æfa og eitthvað blá. Þannig að ég held að þú hefur svona byrjað að stila hjörtum bara 8-9 ára gamall og fólk sem bara búin að bíða því mjög lengi, sko. Já. Engin pressa. Það var líka, mér fannst alltaf hana þegar ég var úti í krátinu hérna, það fannst mér heyrast langmest þegar Mikki var að berjast, eða þú veist, bara í fólkinu, sko. Já. Og ég mitt sagði við, að ég var að tala við Gunna í gær og vorum við að tala um það, að þú veist, Mikki er ekkert að, hann er bara svona, nei, ekkert eitthvað, þú veist, að vera að pósta kannski, þú veist, fara í einhver svona mikið að viðtölum eða svona sína sig, en hann fær samt alltaf þessa athygli, það er svona svo mikið óra yfir honum. Já. Og þá var Gunni mitt að segja, já, hann er alltaf bara búin að vera í þessu frá þegar hann var ungur, þú veist, að þekkja hann allir sem vita eitthvað þú veist, MMA á Íslandi, þá vita hver hann er, þú veist, hann er búin að vera í þessu svo lengi. Nefnilega. Það var eins og, já, þú veist, það skilaði sér alveg í krátinu, þú veist, þegar það voru tjantinn, það voru bara, já, heyrðist það þannig langhæðist fannst mér þegar Mikki var að berjast. Já, og fannstu fyrir orkunni í salnum, Mikki? Ég heyrði þegar þú byrjaði að chanta Mikki, það var frekar cool. En þú veist, annars þá, já, bara þú veist, eftir, þú veist, kannski bara eftir bardagan. En annars þá var ég eiginlega bara pínu bara svona blokk allt út upp af því, sko. En, já, bara, það var bara
geðveikt, það bara geggja að sjá hvað allir voru glaðir, þú veist, að sjá mann og svona, bara glaðir að sjá mann vinna og bara gaman að geta gert alla aðra glaða líka. Já. Það var frekar gaman. Það er skemmtilegt höfðar. En þú snertir aðeins á því áðan, sko, að þú finnir fyrir svona pressu. Hefur þú fundið fyrir því svona þegar þú ert að keppa að fólk svona beri mikla væntingar til þín? Já, alveg bara frá sjálfum mér, þú veist, ég náttúrulega sett fyrir mikla pressa á sjálfum mér því þú veist, ég veit alveg hversu góður ég er og það er svona aðalástæðan og þú veist, já, en bara og á það líka bara til að gera hluti alltaf svona að ég er alveg svona frekar svona ef ég ger eitthvað þá er það bara svona all in, bara svona geðveikt intense á þann hlut og ég bara svona, já, basically bara svona tunnel vision, bara svona á eitthvað eitt hlut og ég ger það alveg ennþá bara mjög mikið, en bara ég þarf bara svona stundum að minna mig á að þú veist að þetta er ekki bara, þú veist, allur heimurinn eins og bara eitthvað, ég stundum gerir mig bara eitthvað eins og þegar ég var yngri, þá var ég oft bara eitthvað að keppa kannski á einhverju Íslandsmeistaramóti bara eitthvað á, þú veist, Akureyri eða eitthvað og ég bara eitthvað, og þá var það bara eitthvað þá var þetta mót bara eins og bara eitthvað allir heimurinn minn og ef ég myndi tapis þá myndi bara allt, þú veist, bara eitthvað heimurinn endað eitthvað, skilur, þetta bara, eins og í grunni er þetta bara eitthvað, þú veist, er öllum alveg sama, skilur og bara ég fatta svona að þú veist eins og það sem ég var bara mjög mikið að hugsa bara upp að þessum barða var bara eitthvað, þú veist, í grunninn er ég bara þú veist, win or lose, ég náttúrulega var alltaf að fara að gera bara það sem ég get til þess að vinna og reyna að standa með þess vel og ég get, en þú veist, í grunninn er ég alltaf bara að fara að reyna að vera betri og þú veist, og ef ég vinn þá þú veist, ok, geggja, þá er ég bara glaður í smá tíma og svo fer ég bara aftur að æfa og reyna að vera betri og svo ef ég tapa bara ok, sökkar, þá fer ég bara aftur að æfa og reyna að vera betri, þú veist, bara eitthvað, þú veist, endurinn er eins, skilur, þú veist, ég er ekkert að fara að hætta þetta því ég tapa, skilur, bara eitthvað, ég bara, það er bara eitthvað, ok, þetta sökkar, þá bara eitthvað, fer ég bara aftur að reyna að halda að bæta mig, þannig, þú veist, já, einhvern veginn hugsað þannig fannst mér bara svona hjálpa að minnka pressuna og svo líka bara, þú veist, er það líka bara andlega þreytandi að vera bara alltaf stressaður, þannig ég nefndi því bara ekki, þú veist, já. Ég vildi gæti þetta, ég er stressaður, ég ætla bara að hætta því. Ég nenni þessu ekki. En fannst þér eitthvað svona læra eitthvað þessum borða, einhver svona lærdómur sem þú dregur úr þessu? Já, Berja þá áður en þér hætta það? Já, kannski bara mér finnst aðalega bara þú veist, lærdómurinn sem ég lærði var bara, þú veist, þetta var meira bara svona það sem ég var að segja núna með bara svona hvernig ég hugsa til þess að ég veið ekki stressa svona þannig dót, það var eiginlega bara svona þú veist, það var bara svona in theory, þú veist, bara svona í momentinu, þú veist, að það virkaði, þú veist, frekar vel, það var svona þú veist, bara svona, mér finnst ég læra bara betur inn á sjálfa mig, það var frekar, þú veist, nice, bara þú veist, sérstaklega bara, þú veist, þetta var bara insanely stórt show og fullt af fólki og stórt crowd og þessi ljós og svona, en þú veist, það fannst mér ekki hafa neina áhrif, þannig það var svona, bara svona að læra að díla bara við sjálfa mig, það var kannski svona sem ég lærði mest, en svo líka bara, já, kannski bara, þú veist, vita bara svona, þú veist, að þetta er basically bara alveg eins og að, þú veist, bara á æfingu, en bara, þú veist, þetta er bara eins og, allir eru bara hans tensaðir, þú veist, bara, þetta er bara eins og að glíma við eitthvað gæja sem er bara, þú veist, eins og æfingu, en þú veist, allt er bara svona ykt, allt er bara svona crankað upp í 11, bara svona, allir eru þú veist, tensaðir og öll reaction eru bara svona aðeins hraðari, en þú veist, í grunninn er þetta bara alveg eins og þú æfir þetta, skilur, og þú veist, það, ég er örugglega bara það er bara hvernig ég díla við tilfinningar bara svona komið upp. Það er örugglega eitthvað sem hjálpaði svona í framtíðinni, sko, Já. í næstu börðum, sko. Ef þeir eru boðið title fight á Glacier næst, ef við veltum við titlurinn, myndu ekki taka því? Bara eftir hvað Gunni segir. Er þetta hvað Gunni segir? Já, ég spyr bara Gunna, sko. Mér finnst þetta einmitt það bara það sem ég heyri frá öllum í mjölni, það er bara ég hef enga skoðun á þessu, spyrir bara Gunna, eða þú veist. Já, Gunni er bara sensei, sko. Já. Við ætlum að taka Ég mesta sensei. Við spyrum tala bara Gunna. Já. Það er ekki slæmur sensei til að hafa, sko. Já, Gauir, hann er það fucking
Hann my goat, sko. Já. Tekur undir það, Breki? Já, ég sagði það við hann bara í gær, sko, að hann væri a god, sko, bara í smettiðanum, sko. Já. Hann væri guð fyrir manni, sko. Ég fílaði hvað þið eru allir starstruck af honum þó þið séu að umgangast á hverjum degi að þá einhvern veginn hefur hann aldrei mist þetta star quality í augum ykkar sem að eru bara með honum alltaf. Já, mér finnst það bara því meira svo út með honum því meira geit verður hann, sko. Hvað, er það bara svona vitur eða er það svona klári Já, tímu eða þú veist svona bara geggjað gæi, bara góður, þú veist, bara skemmtilegur og líka bara góður, þú veist, bara, þú veist, hann er bara góður þjálfari og góður bara svona, hann, þú veist, bara svona gott innsýn á bara, þú veist, alla hluti, skilur, bara svona, já, hann líka bara skemmtilegur, ég veit ekki vel hvernig að lýsa, bara, þetta er smá svona gleys í gangi hérna. Ég hef með tekið eftir því, ég er að mæta þarna á æfingarnar ykkar og ná einhverju vídeóum af ykkur og hann er að taka ykkur svona one-on-one og hann er með svo mikið innsæi og mismunandi hluti sem hann er að tala við hvern og einn af ykkur og maður sér bara hvað hann er góður þjálfari og hvað hann er með tailor-made approach fyrir hvern og einn af ykkur. Já, mér finnst það líka bara, þú veist, það skiptir bara miklu máli að bara, þú veist, hann þú veist, hann þykir vænt okkur, skilur, og hann sýnir það alveg að það er svona aðalega það, sko, og okkur náttúrulega þykir vænt hann líka, þannig þetta er bara svona, virkar frekar vel. Já, það er gott. Ég hef bara jákvæð upplifur á hann, svona, hann kom upp með þáttinn og svona, ég spjallaði aðeins við hann, þá var ég svona, hann væri respekt frá mér fyrir að vera svona frekar svona, með báða fætur á jörðinni, skilur við, svona jarðbundin, skilur við, það er svona, það var svona eitthvað, ætti maður sé orðin of stór fyrir lífið þegar maður er búin að gera svona vel í bardaheiminum og komið með Mjölni og eitthvað svona gera vel í UFC og eitthvað og svona nei, það var bara öðvöld tala við hann og svona. Já, hann kemur líka með góð, bara svona, bara með gott vibe í Mjölni, eins og bara, það er alltaf munur ef Gunni er ekki á staðnum. Þess að það er alltaf bara, sérstaklega þegar, þú veist, þarna sem ég tók alltaf eftir, áður en Gunni var svona að þjálfa okkur aðalega, þú veist, bara svona, eins og núna alltaf bara, Gunni er alltaf bara að þjálfa okkur, en áður fyrir þá var hann ekki alveg jafn mikið að þjálfa okkur og þá var það, þú veist, meira, þú veist, fyrirvændi þjálfa okkur Lúka sem var líka, þú veist, geggjar og bara á annan hátt. Það sem ég veist að það er aðeins meira umdeilt. en þú veist, Gunni, en þú veist, samt fann ég alltaf bara svona léttin í loftinu þegar, þú veist, ef að Gunni var á staðnum, þá var það bara svona, þú veist, það var þetta svona, þú veist, einhvern veginn væpið var bara aðeins betra, þú veist, alltaf. Og það er ennþá þannig, þú veist, bara, þú veist, þú ert bara einhvern veginn, bara svona bara allt, bara, þú veist, í betra skapi bara þegar hann er á staðnum. Það er líka bara, maður hefur fengið fólk niður í bæ, bara, hann segir svo lítið, er hann ekki skrítinn og eitthvað svona, þú veist, síðan þegar maður þekkir hann, þú veist, þá er þetta alltaf að koma einhverja skemmtilega sögur og einhverja brandar og bara hress skæi, skilur, þú veist, engin hetjustælar í honum, bara. Ég held að fara líka eftir, sko, hvort maður eigi eitthvað samleið með honum, sko. Eða þú ert bara einhver gaur út í bæ og þau eigi engar samleið, skilur og kannski nennir hann ekki að setja effort í það, sko. Veist, ég skynja það tíma, sko. En ef þú ert eitthvað svona þrífst í MMA eða ert að glíma eða eitthvað, skilur þá held ég að hann hafi meiri áhuga á spjalli og gefur meiri af sér, sko. Hann er svo mjög genuine bara að tala við hvern sem er. Ég held að það sé meira bara svona, ef fólk sér hann og þú veist, hann er bara svona, þú veist, hann er ekki að reyna að vera nettu fyrir neitt, hann er bara þarna, þú veist, að vera sjálfur og þá er fólk svona, er hann ekki á kannski pínu skrítinn þú skilur bara, en þú veist, ef þú myndir fara upp á honum og spjalla við hann flugvélar, skilur, þá myndi hann örugglega bara tala við flugvélar, skilur. Ég held að væri tilbúin að tala við hvern sem er, sko, ég held að. Ég ætla að testa þetta. Sáðu hérna viðtalið við sonans, Arnar Dan Stíg? Já. Nei. Hvað, hann var bara alveg eins og pappi sinn, sko, bara maður fara að orða og eitthvað. Já, það var rosa mikið eitthvað, ég veit það ekki og já. Svo var eitthvað einspurning, hann bara, nei, eitthvað viltu segja eitthvað, bara, nei. Hann var hérna, hann kom baksvið þar sem við voru að hita upp og var eitthvað svona ringsparkaði einhver póka og kemur Gunni svona út að hann er að hita upp hana, eða aðra, hann er að trufla hana, kemur bara, Stígur, hafa þér, bara svona, og hafa bara svona, bara allir bara, ok, lokkinn, hlustið á þig gott, sko. Nice. Herru, höldum aðeins áfram að gera upp þetta Fight Night. Það er við 5 barla eftir sem við erum aðeins að jafla á.
sáu þið, þú náttúrulega búin að berjast þegar meinkartið byrjar, fórstu bara beint í sturtu og eitthvað að diskotera, eða sástu? Ég fór bara baksviðs og svo fór ég eiginlega bara beint fram bara að segja hæ við það sem ég þekkti í stúkunni og svo fór ég bara að fá mér indverskan mat þarna uppi. Já. Þannig ég var ekkert eitthvað að horfa eitthvað það mikið bara, nei, ég horfði náttúrulega að loga. Já. Já, og svo bara Viktor. Já. Og sannur liðsmaður. Já. Og svo ekkert meira, þannig séð. Já, ég skilji. Þú varst að tala um það, þú hefur verið mættur með gott swag, Breki, aðeins svona að setja í þig með eitthvað shades og tilbúin í viðtal, ætlaði að skella upp einhverju mottu og með ágætis mottu. Já, þetta svona ég myndi nú ekki kalla það ágætis, sko. Það er þetta, sko. Þú getur verið ítalsku pípulagningamæður og klámstjörna. Sko, ég er búin að vera að kalla þetta bara frá byrjun, bara perramottuna, sko. Þetta er svona pínu passið ykkur, sko. Nei, ég var að þjálfa krakka á sunnudaginn og kemur eitt krakkin upp á mér, raka þetta. Segir ekkert annað, labbar sinni bara byrstu og ég bara, damn, ok. Síðan, hún fer á morgun, sko, ég er bara aðeins að sína stuðning, sko. Já, herri, það er mars, það er mottumars. Haldið út. Já, við erum fighting cancer í það. Já, shoutout, nei, ok, ég var næstum að segja shoutout cancer. Nei, ekki shoutout cancer. Já, nei, þetta look verður að fara, held ég, sko, þetta er hættulegt. Ég skal safna hári ef þú heldur móttunni. Já, jú. Ég held sem bara komið gott. Þetta er rosalega móta, sko. Þú hefðir alveg stólið sjóinu, sko, með þessa móttu og góð shades og... Já, ég ætlaði bara að mókmaksa myndaðalina, sko, svona smá supernatural vibe, sko. Já. Síðan ekki, það var það plan. Nei, Garpur Fletcher, þau eru bara að reka hann, sko, bara burtu með hann fyrir að taka mikið viðtal, sko. Nei, já, mistum af góðu mómentum þar. Nei, ég er ekki grínst. Nei, Garpur Fletcher, hann stóð sig hrikalega vel með nýja tæknimannum okkar. Já. Við erum komið þangað, við erum bara alltaf svo busy eitthvað, við þurfum bara Garpur Fletcher og auka lið og eitthvað. En fyrsti sko, pínu svekkjandi, en fyrsti einstaklingur til að vinna titil á Íslandi er þjóðverinn Catherine Hengry Haberly. Já, það er alltaf svona fyrst til að vinna bara það var útlendingur og maður lendir ekki alveg með okkur alltaf. Nei, þegar við erum svona að reyna að brjóta blað í sögunni, sko, það fellur ekki alveg með okkur, sko. En Hekla María Freyrisdóttir mætti Catherine Haberly í bantamveitinni og sko outmatched í striking-deildinni. Næstum því bara ná armbar finish í annar lótu, kom ekki alveg fyrir. Vann líka aðra lótu samt út af bara submission attemptinu, sko. Já, 1-1 komandi inn í þriðju. En fann ekki alveg svona sigur viljan, eða svona náði ekki alveg að, þú veist, finna kraftinn. Hafði bara ekki svör við henni standandi, þú veist. Katrín var alltaf að lenda vinstri hendinni sinni á endana og fléttunum sínum. Bara aftur og hún bara virtist ekki hafa svör við þessu. Nei. Og svo bara mjög gott defensive wrestling hjá Katrín, sko. Miklu betra en ég átti von á eftir að maður heyrði hún væri bara búin að glíma í 1 ár. Einmitt. Þú veist, maður hélt bara einhvern veginn, bara það væri ekki nóg á móti fjólblá belti eins og Heklu sem bara búin að vera að fara út á ADCC og einhverju risa sterk glímót og við veitum hvað hann er góð og sterk glímunni, sko. Já. Þannig maður hélt bara einhvern veginn sem bara svona stuttu tími reynsla í og jitsu. Já. Það bara gæti ekki enda vel fyrir hana, en hún var bara drullu góð varnarlega, sko. Einmitt, og þetta virtist alltaf þróast svona eins og bardaginn hennar gegn Nicole Vernon í Bretlandi. Þegar henn tekst ekki að taka Nicole niður í fyrstu lótu, heldur áfram að hjakast á henni í annar lótu og þá fer henni í gólfið, svolítið eins og Catherine núna. Og svo var þessu siglt heim í þriðju. En það var smá plott fyrst þannig í endan. Hún náði ekki alveg. En ég held, sko, að fyrsta lóta hafði bara verið aðeins of erfið. Þú veist, Catherine refsaði Heklu meira standandi heldur Nicole gerði í fyrra og þetta hafði bara verið tekið aðeins mikið úr henni, sko. Já. En klálega erfiðasti bardagi sem hún hefur farið í með þér. Já, og alveg örugglega erfiðasti bardagi sem hún fara í smá tíma því að Catherine var virkilega öflug. En hún er alltaf með mjög mikla keppnisreynslu, Catherine. Maður ekki komið með marga K1 boxbardagi en bara vera í kickboxi og keppi kickboxi í 8 ár. Og ástæðan fyrir því hún gæti aldrei einbeitt sér að glímunni hún var alltaf í fightkampi fyrir næsta kickboxbarda. Þannig að hún var alveg bara allt of góð á því sviði, sko.
Þannig að en samt ánæði með Heklu, skilju, hún gaf sér alveg í þetta, sko. Já. Og mikill keppniskona. Já, hætti aldrei að reyna allavega. Nei, og ég held ekki að Catherine Hepburn sko skeri niður tölvöld mikla þyngd. Á vigtundegi þá var hún held ég 700 grömmum yfir. Já, þau senda hann eitthvað aftur í sánuna til að ná einhverju meira af sér. En hún sem sagt lenti í einhverju, það var eitthvað vesen, hún var komin til landsins og hún sagði að hún var að mæta í vigtuna að hún hefði bara náð svo 2 klukkutíma þessa nótt. Þessna væri hún með vandamál á vigtinni, sko. Já. Þannig þau voru eitthvað að semja, þú veist, það var kannski 700 grömm of mikið en kannski kemst niður í 300-400 eitthvað, sagði Hekla. Já. Hún var alveg til að gefa það. Já. Ég veit ekki alveg hvað það endaði, sko. Nei. En hún vigtaði inn 6,37 og fór svo í klefan, við kom inn 6,37 og endaði 6,3. Já. Hún bara náði sér lof. En ég held sko hann hafi verið í Tælandi, sko. Hún var alltaf að posta endalaust frá Tælandi og hvort hann hafi bara komið beint þaðan hingað. Já, ok. Sem er alltaf djöfisins ferðalag, sko. En vel gert samt, sko. Hún var öflug maður. Já, hún var virkilega góð. Og eini maðurinn í salnum sem að átti til að sjensa að stela sjóinu frá Brega var cornermaðurinn hennar Catherine Hepburn. Tókstu eftir honum? Nei. Hún með svona þýskan hipster sem var með svona bínhúfu, sko, og svona bleik sólgleru og svona lítið karathanglaði sem að, þú veist, vana kemur eitthvað svona stórt hanglaði og hann býr til vind eller kæla niður, skilur við, en hann var bara með eitthvað svona renning, svona karatrenning, algjör hipster og hann svona sem í svona stálsenunni bara með lúkinu, sko. Það var rosalegt. Þið sá hann ekki, það er sko Það fókus á villisa hluti. Já, nei, ég fór sko að hlæja þegar ég sá hann, sko. Ég og Dóri átti bara erfitt með okkur, sko. Ég þurfti að taka sko lýsendapásu að þið voru bara að greina hann að gæja og ég var bara, hann var ekkert eðlilega swagalugur. Já, ok. Þetta var Svo Dóri flottur, hann hitt hann að backstage eftir og talaði við hann á þýsku. Já, mjög impressed á Dóra, sko. Já. Hann bjó eitthvað í Þýskalandi hálft ár og bara talar bara fullt þýsku. Já, það er eitthvað. Það er vel gert. Ég veist það ekki. Hann er aldrei nefnt að tala við mig á þýsku. Já, það lýsir sambandinu mínu við Dóra ágætlega. Hann hélt að ég heiti Jóhann. Það er seint fyrirgefið. Gaman að þessu, en bara til hamingju með fyrsta Glacial Fight Night titilinn, Catherine Hepburn, eða þú ætla að hlusta. Og bara upp áfram fyrir Heklu. Það er ekki svolítið keisið. Ég held að þetta sé svona moment fyrir Heklu. Ég sé þetta svolítið eins og slingshot virkar. Slingshot, þá áttu togar aðeins tilbaka til að skjóta það lengst áfram. Ég held að það sé svolítið það sem er að gerast fyrir ferilin hjá Heklu og Hákoni og nokkrum fleiri áður karði, Steinari Bergs og fleirum, sko. Þau eru í þessu momenti í slingshotinu rétt ára en þeim er skotið áfram. Já, þannig að fljúga af stað. Já, ég vona að það sé bara rétt hjá þér. Herru, Vitali Korczak vann lightweight titilinn gegn Thomas Muris. Þvílík performance og bara domination. Já, en hann er líka svona búinn að vera að bæta sér rosalega mikið í MMA. Sástu spörkin hans? Ógeðslega tæknileg og flott. Bara, það tók eitthvað svona high switch kick og ég bara slefaði að lifa í. Þetta var geðvögt. Bara fluent, töff. Það var meira svona groove, hann svona niður með hendurnar og eitthvað svona. Það var ekki alveg svona drunken monkey eins og Breki var að púla þarna á kvöldinu, sko. En hann var samt alveg loose. Þú voru að segja eitthvað. Ég var í burtu eða eitthvað. Nei, þú stútar hérna einhverju kipa bjór og mætir svo eitthvað að glíma og berjast. Það ertu klálega Jackie Chan, drunken monkey. Líka mikið bara með mér á Southpaw, sko. Ég gæti ekki verið Southpaw til að bjarga lífið mínu og ég var bara eins og einhver hálfviti þarna, sko. En? Já, Navello og Sopa. Já. Já, ég pælti ekki því. Var það eitthvað öðruvísi fyrir þig, að þú veist, breytið það einhverju? Nei, þú veist, bara, já, þú veist, kannski bara svona vopnin, þú veist, svona approach aðeins öðruvísi. Þú bara hlutin sem þú gerir aðeins færri. Þú ert að fara í, þú veist, aðeins færri af, þú veist, að fara bara í, þú veist, bara eitthvað overhand yfir í aðna takedown eða, þú veist, bara eitthvað aftaraspark í líkamann eða hausinn og svo, þú veist, aðna, þú veist, eða bara að, þú veist, stíga út fyrir fótinn, þú veist, þetta er bara svona færri hluti sem maður þarf að fókusa en bara svona þarf að hafa það á lokk, skilur. Og ég gerði það alveg fyrir eitthvað mikið í kampinn og var líka alltaf bara duglegur að fá, þú veist, félagar mína til þess að vera Southpaw og svona, eins og Steinar var eiginlega alltaf Southpaw móti mér, sem var bara eitthvað, shoutout Steinar fyrir að nenna að vera Southpaw alltaf á móti mér. Takk.
Já. Hann er svo jafnvígur maður. Já, ekki Logi Geirsson líka svolítið jafnvígur? Já, líka Logi, Logi er líka sappa, ég spara líka með til Loga frekar. Já, glimt, en Steinar náttúrulega ekki náttúrulega sappa, hann getur gert bæði þannig. Já. Respekt. Já, það og varst ekki líka eitthvað að berjast við Vítalí, sem hann er náttúrulega sappa? Já, við vorum ekki að sparra, við vorum aðalega bara, ekki svona glímu, já, það var líka alltaf bara gegja. Já, það makes sense. Vítalí er náttúrulega ógeðslega góður. Ég verð alltaf einhvern veginn hissa þegar ég sé hann berjast hvað hann bætir sér mikið sko. En ég myndi hugsa með mér sko, Tómas Múriðs kemur inn bardagann sko 12-5 með meiri reynslu, svo spurði ég hann eitthvað svona ertu hræddur hann sem er meiri reynslu en þú og hann er bara, hvað er reynsla skilur við hvernig hann að berjast skilur ég kemur úr Úkraínu sem er menn kannski bara búin með 100 bardaga og hann er svolítið búin með 200 freestyle wrestling bardaga. Vítali? Já. Damn. Já, nefnilega. Það er að útskýri líka. Já. Og þegar sættin í podcastinu og var að útskýra svona hvernig þetta væri í Úkraínu þú veist, þegar þeir eru bara eitthvað svona þeir eru bara í einhverjum svona íþróttaskóla þú mæti bara, ef þú segist verið meiddur þá er þjálfarinn bara svona, já ok, ertu meiddur, ok gerðu samt 100 armböður farðu svo að klifra þetta reipi hérna 100 sinnum eða eitthvað skilur og þeir eru bara svona, ég meiddur, já ég trúi þér ekki Það er líka rosalegt hvað þeir eru hóvarir báðir, hann og Ernest sko. Ég kefti á mótið manna á Grettsmótinu einhvern tímann og bara eftir glímuna bara, þú veist, já eftir móti bara ótrúlega næskæðar, ég líka hitti, þú veist, Ernest hérna þegar ég var að labba út og hann bara við verðum að koma til ykkar og æfa saman bara eitthvað, þú veist, bara ótrúlega næskæðar, genuine gæði bara Þeir eru rosalega næs. Já, bara topp menn sko, get ekki hrósað þeim nóg sko. Nei, einhvern veginn ótrúlega góðir, einhvern veginn pakka mönnum þetta minnstra hægri, algjör skrimsli í búrinu og þess vegna er þetta bara svona, thank you brother, you're so nice. Líka bara eitthvað svo bulletproof mindset, já, þeir eru bara báðir bara, já, ég er bestur í heiminum, ég ætla að verða UFC champion og þeir bara segja þetta bara án þess að hika neitt. Og bara gaman að sjá þetta, að sjá einhvern bara svona, þú veist, setja svona sterk orð fram og bara standa við 100%. Já, það er gott mindset til að hafa sko. Já, fyrkulega. Og ég myndi hérna, kynnti Ernest fyrir kærastunum minni á kvöldinu og hann eitthvað svona he very strong. Og ég bara, Ernest minn, þú þarft ekki að byrja að ljúga núna. Eitthvað svona. Þarft ekki að ljúga núna. Þú veist, ég veit þú veist að reyna að vingumanna mig eða eitthvað, skilur við, en þú þarft ekki að gera það, skilur við. Það er mjög yndislegir strákar sko. Vítali er held ég ekki alveg á því að hann ætla að verja hann að lætutitili eða hann sé bara farin pro. Já, er hann ekki, hvað var hann 8-9-0? Hann er 9-0. Já, það er alveg skiljanlegt að hann fari pro eftir það, það er ótrúlega gott rekord og já, það er bara gott skrif hjá hann, myndi ég segja. Já, ég er það hérna sammála því. Það er bara spurning hvað Íslendingur hefur áhuga á lætutitlinum á næsta. Hvað það var á mig? Já. Bara ég reyna ekki að fá kæta það ekki. Var bara starfmaxa í smá? Tankar það? Sjá til. Starfmaxa. Bara svelta sig. Basically bara allt þetta lingo sem við varum að tala um hana, bara eina sem við gerum er bara að bæta við maxa í enda. Já. That's it, basically, sko. Já, nei, ég er sko litla holdanautið sem mikið er. Ég vil ekki, ég vil sjá þig svona. Ég verði meira til að sjá þig. Bara upp, sko. Já. Ég pitcha þessi til Gunnar, segja til Gunnar. Heavyweight. Já, byrjar bara að rúlla yfir menn, sko. Já. Það er einhver bolti, sko. Fucking meatball. Það er bara naggur, sko. Meatball Mickey er alveg. Ég veit það ekki. Já. Vá, þetta er komið. Ég veit ekki hvað það hjarta við geta fucking takkað það, sko. Jú. Það var bara fucking feitur. Það er bara nokkra kransæðastíflur og Bara, já. Ítmaxar. Já. Ég er alveg að læra líka það, sko. það er alltaf að koma. Ég hefði sagt göldmaxa, en Já, ok, þú veist. Það er next level. Ég er hvítbeltingur í þessu mjöllislingu, sko. Ég, göldmaxa. það er nefnilega að vera, sko, ekkert eðlilega klár, sko, til að tala svona, sko. Þetta er svona sign of hyperintelligence, sko. Þetta er náttúrulega, já, búið að banka smá visku í okkur. Já, ég alveg án efa. Ég berð þess merki. Tjók. Já, þannig að Vítali fer bara pro skilur okkur við lightweight titilinn
átti geggjaða frammistöðu, en Thomas Murris sko Vítali að fór með Thomas Murris svona eins og þið langaði að fara með Rafael Navello að Thomas Murris eftir aðralótu sat bara svona á stólnum sínum starði bara svona út í bláinn og hristi hausinn það bara eins og Vítali væri búin að taka sálu hans hann var alveg að gera flotta hluti í glíminu og svona en bara ég þannig bara átt að sjá í annar hluti hann ætti engan séns og þessi mítir var bara í botni skilur greið Thomas Murris hann alltaf, ég var búin að segja við hann eitthvað svona ef þú vinnur þá færðu nickname en hann er ekki með nickname sko. þannig ég ætla að klína ykkur skemmtilega á hann sko. en hann fer heim með sárt ennið ekkert nickname og hreimun blankari sko. Hann talaði um að í viðtalið sem ég tók við hann eftir vikturinn að bara hann talaði bara já það er UFC og UFC Gold bara alltaf að vera champion Þannig að við átt að sjá það á stólnum þannig, hann er ekki UFC champion. Já, ég með þetta, þú sagði það var gaman að horfa út í bláinn, ég held að hann hafi verið bara svona kveðja drauminn sem. Það heitir að stela sálinni og brjóta drauman hans. Já, fyrir bara á kassan í Tesco eða eitthvað og flottið þar. Já, ég setja franskar í póka á eitthvað. Já. En ég meina, þessi gaur er samt búin að bara, þú veist, með geðað flott rekord og, þú veist, kannski átt hann bara smá ofta, þú veist, vannmátt kannski í Vítali og eitthvað, en ég veist það sé bara mjög flótt í gæði, hann er búin að keppa mjög, þú veist, síðustu töpinn hans, það var á Friends Nationals og svo á IMAF Evrópumótinu, þú veist, hann er búin að vera að keppa á öðrum stöðum, sko. Já, en sko, búin að hann bara æfa MMA í 6 ár og alltaf æft eitthvað bara tengt, jiu-jitsu, taekwondo, kickbox, sem ég búin að æfa allir sína æfi, sko, svo bara smókaður þarna af einhverjum humble Ukrainian sem bara hafði ekki tíma í stríð og hvað berjast en já fann til með honum, þetta er örugglega fýttist okkur Já, ég nú ekki henda honum alveg undir lestina, þetta er örugglega bara fínast fætir sko Hvað, var hann ekki með 17 barða? Jú, Já 12-5 rekord komið inn í þetta Já 12-6 þannig Já, greið Thomas Murris Já, herru, það er eitthvað maður Viktor Gunnarsson á móti Caleb Mullin sem að vann bantamættar titili Viktor þar að segja Yes sir Búin að heyra guðjónum, er hann brattur eða? Ég hitti hann bara á hann var, þú veist töluðum ekkert en bara já, hann bara mjög bara ánægður með að hafa unnið eða þú veist Töluðu ekkert eða þú veist ég bara heilsa á hann hann var bara í Mjölni en hann var bara frammi þú veist hann satt bara frammi ég sagði bara hæfa hann og var já Já, næs Ég veist ekki maður að tala ég bara knúsa hann eftir barðan ég var bara ekki búin að heyra í honum en hann já, hann virtist bara vera mjög ánægður með bara bara vinnu og hann sagði þessi gæði hafa verið þarna, þú veist, það var alveg góð gæði þannig, já, bara ánægður með, þú veist, og ég líka horfði á barðan og ég skil ekki alveg hvernig þetta var splitt Þetta var ekki splitt, Þetta var ekki það var miskilningur hjá dómaranum Ó, já, ok, það hlaut að vera líka Það hlaut að vera Gunni líka kom upp með þér eftir barðan og bara eitthvað, hvernig var þetta splitt Nei, það var víst Freysir dómari las vitlaust niðurstöðurnar eða hvort hann hafa mismelt sig eða eitthvað en hann mistúlkaði niðurstöðurnar frá dómarunum tilkynnta, eða sagði svo við Arnar Dan split decision Arnar Dan sagði hann alltaf bara split decision Vann Viktor ekki bara allar lúnar? Jú, þetta var mest á 30-27 sem ég sé Já, Gunni rósaði Viktor vel sko einmitt fyrir þetta, hann sagði það var svona mest impressive fannst honum það var alveg hundur í Viktori í þessum barða, þetta var mjög game gæi, mjög góðu gæi sko. Þannig að þetta var ótrúlega flott að sjá Já, en það var svona eins og maður áttum pínu vona á skilju maður vissi samt að Viktor væri líklega svona aðeins betri, hann væri svona 10-15-20% betri og sem maður, já sást eða bara þarna í barðanum sko en fannst ykkur eins og Viktor væri á einhverjum tímapunkti að fara að missa þetta eða það væri einhver staða sem að hann ég bara leið ég svo að glíma þá bara ég Viktor var að fara að taka þetta sko bara ég, já, bara hversu auðvitað hann að taka niður það var engar áhyggjur sko maður vissi svona fyrir barðanum sko að Caleb væri alveg svona líklegur til að taka bottstöðuna reyna að stilla inn einhverju butterfly-króka og reyna að svípa þaðan Já, ég var ekki með að gera því Nei, ég hugsa þess að þú veit ekki að gera á móti Viktori sko. Nei Það er bara ekki séns sko Er það nýtt frá Viktori að taka upp Nicky Spider
eða Spider, það er nýjast nýtt Hvað? Það Spider, nickname Já, Sko hann skiptir alveg Já, nickname jafn oft og ég skiptir nærbuxur, hann sko. skiptir mér ekki oft nickname en nei, ef hann vill þú veist, ef hann ætlar að stick to the Spider þá ég fíla það er töff sko Já, Hann er líka með tattoo hérna, Já, ekki á reipinum af já, Já, könguló hann og getur alveg hann er getur alveg púlað það Spider sko alltaf í Spiderman búning segist þér að Spiderman þannig að ég held að það sé bara passi vel við hann sko. alltaf í Spiderman búning og segir þess að Spiderman en hann plýsa segir mér að það sé satt og ekki bull. Þetta er satt sko ég tala Já, bara staðarindur hann var bara í Spiderman búning bara fyrir 5 vikum eða eitthvað Já, En það er bara í Spiderman búning. já, var þetta öskudagurinn. hann er ekki eitthvað ekki alveg að larpa hérna sko Já, sko, þú voru ekki að það bara Það er Hvað sér ég? Já, þú veist, ég veit ekki að segja hans ég bara eitthvað gangum í spæðanbúning, bara eitthvað venjulega, day to day. Nei, Það er eiginlega það sem ég var að vonast, sko. Já, það er nei. fínt að clarify þetta hafi verið á öskudaginn Já, sko. þetta var á Annars öskudaginn. væri það eftir smá skýring. Shit. Já, herru, Viktor fer þá upp í 8-2, amateur record, ætlar ekki að verja titilinn. Hann fór svo fögrum málum og sagði, ég búinn með þetta amateur shit. Já, ég Just það fyrir maður. djúðstöfari, en ég hef svona hugsað með mér svona, hann var eiginlega bara komin á Glazer, hann er búin að segja þetta svo lengi ætla að sko fara pro. Og ég er svona, hann er eiginlega bara á Glazer til að berja sem fyrir framan Íslendinga og skemmta sér, sko. Hann vildi bara svolítið stemninguna og heimakrátið og... Er það ekki svo, eða á ykkar þekkingu, er það ekki svona ákveðlega rétt myndið? Ég held að hann hafi bara fengið þetta áfall og tala bara við Gunnar þá, ég veit ekki, ég held að það bara verið bara, Gunni er bara áfram, spurt hann út í þetta, Já. Ég held hann að bara, ég veit ekki, ég held að það getur verið eitthvað svona, ég held að hann bara tekið það sem var í boði, sko, Já. bara, og en það kannski bara auka plús að þetta hafi verið á Íslandi og eitthvað svoleiðis, en ég held að hann hafi bara tekið bara, það sem þeir gáði hann, sko. Já. Hann var náttúrulega búinn að bjóðast til að seinast þegar hann ætlaði að berjast. Já, hann var búinn eitthvað að- peppar að fara hérna, seinast en hann var líka búinn að vera að reyna að finna bara barda, á fullu, Já. þannig, Já, búin að reyna að finna einhverja próbart. Já, hann bauðst til að fara bæði sko, annarkvæmt próf eða amateur bara til að reyna að fá bardaða sko. Bara að ná ballarína. Já, mér minni það. Allan að seinast þegar hann átt að berjast. Já. Já. Það er örugglega, alltaf sé erfitt fyrir Viktor að finna próbarda verandi með þetta gott amateur record, vera orðið brúnbeltingur og svo framvegis. ég veit það ekki, já, var að glega. Það er ekki sér erfið að finna amateurbardaða sem brúnbeltingur og þetta. Já, það er bara að hugsa einhvern veginn að sé fleiri í amateur-senunni að þess kannski komið með ekki marga er þetta ekki bara fleiri að berjast amateur og kannski ákveða svo eitthvað svona, já, ég nenni ekki pró eða þú veist kannski 0-0 sem pró vilt kannski eitthvað journeyman til að byrja með og þú veist, eða eitthvað svona, ég er svona bara að vita hvað það sé vesinn svona snemma. Já, spurning. Ég myndi halda að vera erfið að fá amateurbardaða þegar maður er komið svona upper belt og þú veist, mikla reynslu. Þá eru menn meira svona að reyna að komast hjá því. Já, það er svo sem engin easy fights í þessum leik. En hann fær allavega 2 titla á hérna amateurfellinu. Já. Hann líka var hann ekki Goliath Goliath Fight Series. Já. Já. Það er bara geggjari Tvöfaldi. persóna. Það er spurningusal. Ein staðhæfingusal. Mikið er 1.68, feels like 1.98. Já, ekki Það er þá 1,98 kíló. spurningusal frá ykkar manni, af hverju fær Viktor svona mörg spörg í pungin? Hver var að spyrja þetta? Jón Frank. Ég veit það ekki maður. Það er reynda sko, hann er alltaf að setja klippur. Já, Sko, pungurinn á Viktor ætti bara að vera á svona daglegu áhættukaupi sko. já, ég veit ekki, nú þú segir það, sko, það er alveg, hann er fyrir eitthvað óöpen, sko. Það er líka í sparring bara á æfingum sko. eða þú veist. Já, ég bara get ekki svarað þessu spurningu, sko, ég bara veit það ekki, þetta er bara mystery. Já, ég er bara aldrei pælt í öður. Hann lent líka smá opið hann í loka sparrinu og var hann eitthvað tekið niður Já, og meiddi sig eitthvað í rifbeinu og ég held bara að hann hafði meðst eitthvað illa sko. Já. En ég náði svo filmu sko, hann var bara ekki póstur en ég held að megum póstur þessu núna sko, þú veist, fyrst að fætin er búin og svo. Meina þessi í kongulóni, þetta er svona hægra meginn í sníðunni. Já, ég held að það eru vinstar með þetta. Já.
Það var eitthvað Hann var ekki pass áttu með æfingafélagið, hann bara herri róaði aðeins, ég er að fara að keppa bara fyrir nokkar dag. Já, hann sagði eitthvað, hann hafi fundið eitthvað svona klikk í ribbinu. Já. Allavega. En já, hann sagði allavega strax bara, já, þetta er óþægilegt núna, ég held ég verði alveg góður. Já, ok, ég vona það. Ég náði svo vídeo, ég þarf að spyrja hvort það sé ekki lagi í póstur núna. Já, þannig við hefum meðslavídeó af Viktori. Já, það er alveg moment sko. Já, hann gældi aðeins við kamerumanninn okkar. Það kemur svo eitt moment þar sem að Viktor er að groundingbómunda Caleb Mullin, velust svo eina myndavél svona til að eitthvað svona gera eitthvað svona töff í sko og gera það beint í smettið á myndavélumanninum okkar. Þannig við hefum geggjað að klippa hann. Já, ok, geggjað. Já, það þurfum að posta því líka. Það er eiginlega flottara heldur en eitthvað rifbensbrot. Hann er oft með eitthvað svona stæla eins og eitthvað vinnur og fyrir öskra eitthvað í kameruna og eitthvað. Já. Þú varst með líka með eitthvað svona smá stæla að það. Ég held að væri að fara að sleikja blóðið eða eitthvað. Já, ég sá bara að gefa með blóðið fram og ég bara ég veit ekki. Byrjaði bara emote max. Já, ég byrjaði bara emote sko. Ég held þú ætla sko, þú tókst þennan, ég held ég að vera að fara að segja líka þetta. Ég gerði það. Gerðu þið þetta? Ég gerði þetta og svo þetta. Ok, ég sá þetta hann ekki þetta. Ég gerði emote að hans breka. Ég var að fara að gráta og gleði þegar þú gerði þetta sko. Varst ekki eitthvað að nutta blóðið fram henni? Já, ég bara eitthvað sá, ég leit bara upp og sá ég var allir út í blóð, ég bara eitthvað svona, ég gerði bara, ég veit ekki hvað er að gera, ég var bara emote maxa sko, ég veit. Fórstu líka þannig eitthvað? Já, svo reyndi ég að sína Mjölnis-logoið og það var svona eins og ég var að dilla að sína með rassin og ég fattaði ekki eitthvað sem ég ítaldi að lukkaði það svona eftir á en þú veist, ég var basically bara að reyna, þú veist, segja bara eitthvað, þú veist, ég vann bara eitthvað, þú veist, Mjölnis, bara shout out en þá var ég bara eitthvað að benda rassin að mér og, þú veist, já, þetta var ekki eitthvað. Það var að tvörka eins og Eileen Peres. Já, ég bókstala bara eitthvað að lukkaði þannig. Það líka kom inn í klefann sín eftir á og var ekki Kristján sem sagði bara, hvað varst að gera? Og bara, ég var að sína Mjölni-logo og bara, hverju bentir ekki á þetta? Bara, annað Mjölni-logo hérna. Ég hef bara getað tekið stuðbuxuna bara, hérna. Ég glemdi. Þú veist bara að það var meitt á búdíinu og já, ég var líka búinn að gera grína Chris af því að þetta átti ekki að vera svona stórt á rassinum. Og ég var alltaf að gera grína með hversu stórt þetta var. Og þú veist, það var ég mundi bara eftir þessu big ass Mjölni-logo á rassinu mínum þannig. En já represent já, þetta var bara nett þetta er líka bara þetta er það maður að læra í amateur skilur við þú veist hvert á maður að benda og hvert á maður að hafa sig viðtölum og svona bara næst bara buksunar það var ennþá betur að væri með svona yfir köppið það verður bara það verður geðveikt herru hérna það var eitthvað eitt með Viktor sem ég ætlaði að segja, það var alveg stólið mér. En hann var þannig flottur, fær bantamett til titilinn, geggjaður, kom með fallega ræðu, kom með sérstakt shoutout á vinni sína sem höfðu fallið frá. Já, það var mjög emotional og fallega skilabóð, mjög svona Viktor mjög í hans anda. Þannig að óskum hann var innlega til hamingju. En þá var það main event of the evening Hákon Arnarsson hoppuðu við ekki að loga við hoppuðum yfir loga það er rétt hjá þér ég hef verið of fljótur að þér eitthvað já ég hef verið aðeins of virkur á slæturnum róaði niður já mér fannst ég vantíku herru Logeirs 8-0 verður 9-0 þar sem við teljum móti í Króatíu með ég skil ekki af hverju þetta er eitthvað svona ekki talið af sumum já, ég hugsaði að sé að því að hann fór hann vann 3 barda út í Króatíu og þú veist, þeir eru ekki ná top quality og þú veist, oft eru svona tournament fights ekki einhvern veginn partur af rekordi mér finnst það svo asnalegt þegar mér er bara meira impressive að þetta sé bara allt gert á einu degi já, þú veist, það var líka bara allt í fyrstu lót ég hugsaði hvort að eitthvað svona struktúrin kringum móti væri eitthvað off eins og þú veist, búrið var ferkantað og eitthvað þetta ætti ekki að skipta inn á máli það er bara bardar já, þess að fight skilur alveg saman hvort það sé ferköntuðu eða átthyrndu búri já, ég veist ekki, hvað var það? Var það ferkönda búri? Já ég hef aldrei séð það nei, mér finnst það cool sko, því að þú veist, þá segir maður svona in the blue corner og það er í alvörunni, bara proper 90 gráðu hotn hvað veit ég en þetta var sko það var transition sko en ég sagði í útsendingunni að það væri ekki sko erfiðasti andstæðingur sem að Logi Geirs hefur mætt
hann Theo Romeri. Hann átti að mæta hérna Orges Basrami, nema 12-7. Það hefði kannski verið aðeins meira á pari við það sem að hefði verið challenging fyrir Loga. En hvernig leist ykkur á Theo Romeri? Er ég að downplaya hann mikið það? Tappaði hann ekki bara fyrsta bardaðinu sínum með decision og síðan allt hitt voru finishes, wins? 5-2, hann þá 5-3 núna. Nei, var hann ekki 5-1 og er 5-2 núna? Ég held það Er það rétt? Ég vissi eiginlega ekki mikið hann að gæja sko. En þarna, ég veit bara hversu góður Logi er, þannig að ég var ekki með hann áhyggjur. 5-2. Er hann 5-2 þá núna eða var hann það? Ég skal double checka. Hvort að Glazer Fight Night sé komið inn á nei, hann er 5-3 núna. Já, ok. Þetta er annað eða þriða En allir sigrarnir hans eru finishes. Mér minna að það hefur 3 knockout og 2 submission, eða ekki? Maður var bara glaður þegar maður sá gæjan reyna að taka Loga niður í singleleikin. Þá var maður bara þú vilt ekki ná honum niður sko. Nei, já, það er svo, þú veist, það hafa fleiri gert þetta og ekki enda vel fyrir þá að reyna að taka Loga niður. Það er eins og þið fatt ekki við hvernig þeir eru að berjast. Það sé vandamál að hann sé bara ekki búinn að gera sitt research. Ég veit það ekki, ég er hann að taka Loga niður. Ég veit ekki, já, en ég veit ekki, það var bara eftir hversu góður það glíma og hversu confident þú ert að glíma, skilur. En, já, ég veit það ekki, en já, bara fully hversu confident þú góður það glíma. Þess að ef ég var að keppa með Loga þá myndi ég reyna að taka niður. Þú veist, en hann samt er hann bara insanely góður að glíma, þannig að það er alltaf að fara að vera vesen, alltaf. En, já, ég veit það ekki, ég kannski hélt að þessi franski gæðin væri betra að glíma en hann er í raun og veru. Logi er náttúrulega bara insanely góður að glíma. Já, ég hugsaði kannski sko að þú myndir reyna, hvernig það er pælt sko að setja Loga svona on the back foot sko. Leyfa honum ekki að eiga svona frumkvæða glímunni, láta hann verjast. Já, ég held að það hefur bara verið pælingin, bara nákvæmlega það sem þú sagðir. Já, bara ég held að það sé mjög svona, eins og bara, ef þú myndir að horfa yfir barðan hans Loga, þá hefur þetta yfirleitt verið þannig að hann nær að taka gæðin niður á endanum. Og það er kannski það sem þeir sáu, þeir hugsa bara eitthvað, fuck it, við viljum bara beat him to it og taka hann niður fyrst. Þannig það er örugglega bara pælingin, þannig ég held að það bara verið bara spot on, sko. Já. Ég tek það sem nickname mitt. Hvað segirðu? Tek spot on sem nickname. En þetta submission, Ruotolo Teen, það verið kallað eftir Tai og Kate tvíbrarunum. Er þetta eitthvað sem þið hafi séð oft áður, frá honum eða frá einhverjum öðrum, eða þú veist? Já, þú veist, bara þegar þetta var komedi, var þetta í smá, svona trendy smá, eða svona? Já, þetta var svona pínu, allir að gera þetta eftir að ég man í hvor bræðan þetta var, en náðu síðan einhverjum. En þú veist, ég var aldrei séð Loga að gera þetta live við neitt. Þú veist, allavega, þú veist, ég náttúrulega bara, hann er örugglega 100% gert þetta alveg nokkru sinnum áður, ég held það þá. Ég hef síðan gera þetta að einhver, sko. Já, þú veist. Það væri fucking crazy, hann hefði bara gert það bara fyrst skipti ever, bara í barða. En þannig að, já, þú veist, náttúrulega, ég veit samt að Logi er alveg vel beygður fyrir þetta, þú veist, að gera þetta, þannig, já, mega bara fullkomið sens. 100%. Sko, ég er svona nánast ekki að djóka þegar ég segi, sko, hendurnar á honum ná bara niður á hnjám. Hann er með fárlega langar hendur. En þetta heitir ennþá samt bara real naked joke, þú hendin sér inni eða hvað? Hvernig er best að kalla þetta? Ég bara veit það ekki. Það er hægt að kalla þetta armin real naked líka. Já, þú veist, þetta er í raun og veru, þú veist, arm triangle aftan frá. Já, þetta er mjög svipað, basically. Ég reyndi að tala um ChatGPT þetta og þegar við tala um þetta, þú veist, ChatGPT sagði að þetta væri, þú veist, arm triangle, eitthvað, hybrid, eitthvað. En þetta er svolítið eins og að vera giljotínaðar aftan frá. Þú veist, því hann er að, þú veist, íta hausnum svo mikið niður og setur þú veist, þyngd aftur á hálsinn. Þannig, þú veist, þegar maður er í þessu tjókin, mann líður eins og að sé að vera gillotínum hann bara aftan frá, eða ekki? Ég myndi frekar segja að það væri líkara því að vera arm triangle. Já. Ég hef aldrei verið tekin í þetta, þannig að ég bara veit ekki hvað það fílar. Nei, ég hef aldrei lent í þessu, sko. Þetta er bara, er ekki bara everything above? Já. Kannski svona eins og, arm triangle aftan frá. Svona besta. Eða arm in real naked joke. Þetta er eitthvað hybrid maður. Þetta einhvern veginn fellur milli skips og bryggju í öllu þessu dóti.
ekki Logi aðeins ungur til að fara pró, eða ætti hann að fara pró? Bara strax. Ég held að Matthew að vilja að myndi fara pró, var ekkert að tala um það. En það var náttúrulega bara eftir hvað Gunni og Matthew segja og hvað Logi vill, sko. Þú veist, ég var alltaf til að sjá Loga keppa okkur svona bara á Worlds eða eitthvað. En þú veist, ef hann myndi fara pró núna þá var það fulli í valið líka. En þú veist, eins og mér fannst það bara, þú veist, mér finnst það sé bara svona, það bara toppurinn á amateur, þú veist, bara MMA, þú veist, bara svona, það er basically bara eins og Ólympíuleikarnir fyrir MMA, bara þú veist, að fara á IMMAF Worlds eða eitthvað. Það bara, allir eru bara insanely góðir, það er bara eitthvað, gæðin svo að fara á móti, það eru miklu betur en margir prógæðir, eða þú veist, bara allir prógæðir, þú veist, upp að ákveðnu leveli. Þannig, þú veist, já, það væri svona, þú veist, líka bara gott test, skilur, bara ennþá í amateur, en þú veist, þú veist, ég held að Matthew sé ósámála mér og ég held að hann bara vilja hann fara í pró strax, þannig, þú veist, það er líka bara, ég náttúrulega veit ekki betur en hann, þannig, já. Já, ég og Logi tókum smá gaming session í gerð, tókum Minecraft og Fortnite, getið alveg nettir. En seinast þegar ég talaði Loga, þá minni mig að hann hafi sagt að hann vilji taka út allan að þetta ár sem amateur. Já. Það er allan að plana þess. Var það í gær í Minecraft? Nei, minnir ekki þá, en ég man bara eftir í allan að seinast þegar ég spurði hann eitthvað svona út í þetta. Það er kannski mánuður eða 2 mánuðir síðan, en þá minni mig að hann hafi verið að tala um að hann vilji klára þetta ár og síðan fara hann pró út að, já. Já, það makes sense. Vill aðeins standa meira, sko, í bardöðunum sínum. Já. Og hann komið með mjög gott bara svona, þú veist, hann vill freka gera mistök núna. Já. Og í staðis að gera, þú veist, þegar hann er pró, þegar rekordi skiptir actually, 100% satt. Meira máli, þú veist. Þannig að það er svona planið hans að reyna við það. Já, var það ekki bara Worlds eða eitthvað, góð pæling, Worlds eða Euros? Þú hefði náttúrulega geft þú fórst á Euros eða ekki? Ég fór á Worlds og svo, World Cup fyrst og svo Worlds. Já, byrju World Cup og Worlds er ekki það saman? Nei, ég veit ekki hvað, þú veist, þetta er eitthvað steikt dæmi, sko. Þú veist, já, en þetta er ekki, þetta er eitthvað annað. Þú veist, World Cup var sér við Worlds. Er það ekki partur á IMMAF eða? Jú, þetta er sama móti, bara þeir voru bara með, þú veist, World Cup og bara World Championship. Ég veit ekki alveg hvað pælingin var hjá þeim. Já. Svona góð pæling, sko, hjá Loga, þegar þú veist oft, maður segir oft svona að það er alltaf til þetta reynslutap. Svo er þeir sem eru mjög góðir, þeir svona semi-tapa börnunum, en vinna þá samt, skilur þú lenda í einhverju vesinni, sko, eitthvað svona moment sem þeir eru ekki lent í eða ekki búin að gera sér ráð fyrir, þar sem þeir myndi vanlega að tapa en vinna samt bardagann, skilur. Oft þegar maður horfir á svona UFC-gur og svona, þá hugsa maður svona, ok, þessi gæi á eftir inni svona signature reynslutapi sitt. Það er geggjað ef að Logi geti farið á Worlds og ég ætla ekki að segja að fara á Worlds og tapa bardaga, skilur við, en samt svona pínu, skilur við, ef hann á inni eitthvað reynslu eða eitthvað tap, eitthvað sem hann á eftir að klikka, þá væri náttúrulega geðveikt að geta gert það á amateurferlinum. Já, 100%. Þannig að svona ekki það ég sé að biðja hann um að tapa, ég bara að hann fái reynsluna, sko. Já, það er alveg skárra að hann myndi gera það sem amateur heldur en professional. 100%. Þannig ég svona, en var ekki bara geggjað að hann myndi verja titilin líka. Við fáum í nóvember. Var það ekki 3. október? Mér minni það. Mér fannst eins og verið 3. nóvember. Það var í nóvember fyrra, eða ekki? Jú. Það var annað Glacier Fight Night á árinu. Haust. Langt að bíða maður. Nei, þetta er enga sem það liðan. Já, kannski. Það er strax í mars. Við líðum sko eins og þetta ár hafi verið 2 dagar, sko. Það er bara ómikið í gangi, sko. Þetta er líka, þetta er búið þetta Glacier Fight Night, þú veist, að koma þessu líka svona í meira sviðsljós og sjá alla þessa, þú veist, gæja berjast, það er svo margir sem er búin að vera inspired og ég er bara búin að heyra gæja bara, ég ætla að fara núna ef með mér að þetta var geggjað, skilur, þú veist, og man heyri bara fólk vera að tala um bara, ég ætla að byrja að mæta á æfingar og sumir bara, mér langar að vera á næsta Glacier, þú veist, sem er kannski ekki búin að vera að pæla í barðum eitthvað svona mikið, almennilega hingað til, en nú eru þau bara svona, vá, þetta var ekki mér langar að vera partur af þessu, þannig að Glacier álega stórt hrós skilið fyrir, þú veist, að rífa sinna inn á Íslandi alveg vel í gang, sko. Já, 100% sko. Eins og miklu þægilega líka, það er svo óaðlaðandi og ég hef alltaf búið mikla virðingu fyrir ykkur strákunum, sko.
að nenni að fara inn í gymmið, grænda svona ógeðslega hart og þú eru alltaf að fara út og keppa og í þetta óvissu ástand sem það sko versus hvað er miklu þægilega að vera með Glacier fætnandina heima og vera bara svona, herru, ég veit ég get barist heima og spott á einhverju karti 1-2 ári, bara hérna heima hvað það skiptir ógeðslega miklu máli. Já, þú veist að fara út er ekkert eitthvað það slæmt. Nei, það er bara svo óhyggt. Nema að þú farir út á eitthvað fucking stað sem er bara eitthvað í Englandi. Það er líka Svo lendur kannski bara í Battle Arena, skilu, það sem að bara gólfið sundlaug og það er alveg handónið. Það er líka svo gott þegar þessi promoter var eitthvað this is an absolute death trap og var að reyna að kenna gæðan sem átti bygginguna allt bara, hann var ekki búinn að tjekka á þessu, þú veist síðan bara, það eru rafmagnskaplar hérna í einhverjum pollum bara, this is a death trap geggja að vera búinn að fljúga út og síðan er bara einhver, þú veist, þöngulhaus þannig að sjá allt, þú veist það var eitthvað geðveikt að hafa svona rafmagna vatn í kringum dúri þegar það væri að berjast það væri hart sko shit, það væri geðveikt Bjarki greiði það næst Já, eitthvað svona vatnakrútilega. Það við hlustað hérna þegar það er að tala svona fyrsta UFC-búrið, svona hvað þeir voru svona að pæla á eitthvað. Voru að pæla eitthvað svona grifju og eld og eitthvað svona þetta dett út af, það var bara eitthvað svona dauður og eitthvað. Það var eitthvað svona geðveikt grillaða pælingar sko. En svo bara en að hafa þetta bara áttfyrnt búr. Já, ok. Það var mikil steik sko. En hérna já, við skipum á allt loga en búinum með loga eða? Ekki spyr mig, spurðu gestina. Já, eitthvað sem vil bæta umfjöldunum loga og smá spjallum loga. Hann er bara geitinn sko Gæinn tapar ekki sko Hann er bara var eitthvað krassandi sem kom fram með í þessu Fortnite Minecraft kvöldi hjá okkur? Nei Má ég spyrja, hvað þarf Logi að bæta? Hann, ekki að ég sé eitthvað að dæma en hann er bara búinn að vera að bæta spörkið sér mikið, hann er búinn að vera að fókusa á það en ekki eitthvað hann þurfi að bæta en það er allan það sem hann er búinn að vera að gera og það sést líka bara, hann hitti ekki hann í byrjun barðans með geggjuði sidekick minni mig bara, já, það er svona það sem hann er búinn að vera að vinna í allan en ég ætla ekki að setja neitt út á bara alltaf fram að gera sem hann er búinn að vera að gera bara reyna að bæta bara allt sko, það er ekkert sem er svona þú veist eins og ég allavega var að tala við Gunna á þann og þú veist allavega ég ætla að reyna að setja meira emphasis á bara að bæta þú veist boxi MMA-önskum bara setja meira emphasis á hendur þú veist sem að þarna þú veist sem er bara allt öðruvís að gera þú veist í MMA-önskum bara svona litlir hanskar og svona beitingin er allt öðruvís en þú veist í stórum og svona og bara venjast svona distansuna bara þú veist að vera nær og vera að treyta höggum þú veist í pocketinu í litlum önskum og þú veist eina sem mitt eftir í huga er bara þú veist Logi getur lögulega gert það líka en þú veist hann er líka þú veist hann er svo langur að hann myndi eiginlega ekki þurfa invest eitthvað eins einum miklum tíma í því þú veist bara hann er ekkert að lenda í því svona range mikið en þú veist annars þá bara er það ekkert eitthvað þú veist sem mitt eftir í huga sko bara bara skerpa öllu bara já, bara keep on tracking hann er líka búinn að vera duglegur bara að mæta líka í boxið þú veist á kvöldin í Mjölni, hann er þarna allan daginn sko þú veist hann er bara vél sko er alltaf að bæta sig í öllu þú veist þannig að ég get hægt að sitja út á neitt og hann er að grænda allt sko já, sem er líka svo hóvær samt klár MR útskrifaðar eitthvað stjörnustrákur sko hann geggja þér mikið respekt á Loga Geirs já, ótrúlegur geggja þér, akkur var maður ekki svona þegar maður var krakki maður akkur var ég kom með eitthvað 2,5 ári í World of Warcraft já, það eru hérna það er bara nett 2,5 ár bara playing time það er sick það er bara sick það er vandamál já. Það er alveg svona meðferð level hendur vandamál það er það sem að menn sögðu í PvP-serverunum this guy's a problem já ég var ekki einu svona ég var ekki alltaf sköllóttur MMA-nördi ég var einu svona síðharður World of Warcraft-nördi það eru 50 Shades of Nerdism hérna já, það er bara gaman ég er ekki með svipað í FIFA sko já, það er eiginlega verra sko mér finnst FIFA svo ótrúlega slæmur leikur til að vera góður í bara besti eini skemmtilegi töluleikurinn nei já, við skulum, þetta er ekki tölvuleikja podcasti ég finn það lóðum
En ég er samt leiðilegt að mér er aldrei boðið í þessi Minecraft og Fortnite kvöld hjá ykkur. Já, bara Mér skilst það að sé mikil Fortnite-stemning, er ekki Gunni var svakalegur í Fortnite. Já, líka Apex Legends. Apex Legends, já. og Call of Duty líka. Já, Viktor hann mætti. bara góður í skotleik, hann bara góður í töluleikjum. Já. Hann bara góður í Já, Viktor mætti í Fortnite ból í Viktununa. Já, það? Já. Ég er ánægð með það, ég hef ekki spilað Fortnite lengi. Ef eitthvað tíman. Jú, 10 mínútur. Ég skildi ekki, hætti. Gægja. Herru, main event of the evening. Nú veit ég bara double checka, ég sé að gleyma einhverjum. Nei, það er Hákon Árnason á móti Ali Al-Basi. Fjæðavigtinni. Eins og maður sagði fyrir útsendinguna að sko, Ali Al-Basi hafði alla getu til að vera partypooper sko, og gera þetta leiðilegum bardaga sem er nákvæmlega það sem hann gerði. Svona, einmitt, glíman og eitthvað. Þið horfðu ekki á main eventið stökur? Þú horfðu bara á minnstökuna? Jú, þú veist, ég var eiginlega bara upp að bóða indaskan mat þarna. Þannig, en þú veist, jú, ég sá svona smá, en þú veist, ég bara fíla, þú veist, ég fílaði bara ekki þennan gæði sem Hákon var á móti. Ali Al-Basi? Já, mér finnst það bara, ég veit ekki, mér finnst það bara, það er eitthvað sem við hafum sem fyrir töðna mínu, bara, veist, ég var alveg, hélt alveg mikið með Hákon, bara, þú veist, ég sem bara það, ég vonaði svo mikið að myndi vinna, sko, því að, líka, þú veist, Íslendingur skilur líka bara því að gæðin sem var á móti bara, ég finnst það bara svona, ég fíla ekki svona Instagram fætargæja, sem er eitthvað svona búið til eitthvað fucking day in my life dæmi, eitthvað svona fucking að þeim að æfa og eitthvað svona shit sem er bara eitthvað svona, þú veist, þú ert ekki all that, skilur, og svo, þú veist, basically bara svona gæði svona að gera svona stærri en það er. Já. Og þeim mér svona pínu. Ég skil þig. Hvað er Ali Al-Basi með mikið following á Instagram? Herri, hvað... Hver hernaði leyndamál hérna? Já. Nei, bara, Hvað? mér finnst bara eitt liti. Það er svona 10.500 followers á Instagram. Það lítur nú að gefa honum eitthvað. Hann er náttúrulega með stóri bróður hans, náttúrulega number 7th ranked flyweight í UFC og búinn að vera að æfa með Merab og alls konar gaurum hana í Performance Institute og kannski svona finnst hann vera einn af stóru strákunum. Já. Það var líka bara hvernig að kom fram eitthvað, who is this guy, I don't even know his name, eitthvað svona, þú veist, ægilega hetja, bara svona, þú veist, það var fallegt þegar Hákon rockaði hana, ég man ekki, var í annari lótu þegar hann stömplaði hana að búrinu, þessi Ali Abdelaziz, eða hvað sem hann heitir, Já. gott hana. Það hefur verið Fyllaði bara fallegt. eins mikið eftirnöfnum og getur, sko. Já, No respect. Það hefur verið flott eða hann bankar smá viski í hann og hann Hákon og senda hann heim, sko. Það er flott, en game is game. Game is game. Já, pínu leiðra, þegar Hákon rockaði hann og fór svo að svona glíma við hann upp í búrið. Mér fannst hann ekki alveg kapitalæsa kannski nógu vel, eins vel og hann hefði getað gert, sko, í þessum mómenti. Þannig að ég hefði viljað, sko, bara svona pressu en að halda fram bóksan, skilur. Bara svona, já, auðvitað að vera vitur eftir á. En hann gaf Hákoni mikið hrós, sagði að flestir, eða bara eitthvað að rocka egoinu sínu, sagði að flestir, að myndi nú ná að sveppa flesta heldur en Hákon og eitthvað, en það er nú kannski meira egorung heldur en hrós, svona ef ég túlka hana karakter rétt. Já, ég og Valli vorum myndið að tala um það á meðan bardaðinu stóð, sko, og við, þú veist, gæjum var með hann í body triangle alveg, þú veist, lengi, sko, og náði ekki að söppa hann, þú veist, þannig að Hákon var að defenda, þú veist, mjög vel hafbakinu, sko. Hversu erfitt er að losna úr svona body triangle eins og Ali Al-Basi var að festa Hákon í? Það var eftir hver það er og hversu langa lappir og já, bara hversu góður það er að halda bakinu. En eftir að Gunni svona frekar nýlega sýndi mér eitthvað svona dót sem hann gerir alltaf til þess að sleppa bakinu. Þá bara finnst mér frekar þægilegt að sleppa bara á móti öllu, eða svona allavega nýlega. Hvað? Það er bara eitthvað svona þá bara svona prioru, þú veist, bara svona smá plás og svo bara svona köpparu, þú veist, utan löppina sem er með, þú veist, lokkið og ert bara svona hægt og rólega að snúta þetta sem ég gerði þig hana daginn þegar við byrjum hana. Nei, ég ger ekki ég næði ekki með þetta breka, sko. Nei, ég held að vera að tala um hitt, sko, þegar þú kemur upp með löppina Já, ég gera þetta fyrst og síðan Já, ég gera þetta fyrst og svo til þess að búið til pláss og svo fer ég þannig að
og fer upp á hliðina. Já. Dóttir sem manns ekki það Gunni var eitthvað svona í breykinu en að byrja með baki hans með eitthvað. Nei. Ég gerir það, búm, sný, seinasta púslunum sem þú mættir á. Ég man ekki að því. Já, næs, ok. Þú sýnir mér það næst. Leittist á gólfið, strákar. Nei, ég En já, bara minni, sko. það hefur gert lífið auðveldara að sleppa frá body triangle og svona. En annars það bara alltaf bara insane mikið vesen. Já. Var þetta í liggjandi body triangle? Eða var þetta... Já. Þú voru að sýna mér það, ég er búin að glemja þessu. Ok. Já, þetta var skemmtilegt. Það var gaman að fylgjast með ykkur tveimur, svona að reyna að rifja upp hvernig það púla eitthvað trikk. Svona, ef Gunni var að sína. Stundum inn í herbyggið að drilla eitthvað og Otis og Maxa, sko, saman. Já. Það er bara geðvægt, sko. Er þið með dýnur heima hjá okkur, eða? Getið þið drillað heima? Nei, við erum bara mjölni, við erum hérna í hellinum hérna í mjölni, hérna dungeon. Tökum hátalara og hérna og svona dínu og erum bara að leika okkur að súplexa Já, við erum alltaf að leika okkur að kasta okkur þannig að vextinginu. Þú er alltaf, sko, mér finnst ég alltaf heyra suplex þegar þú ert í tali. Já. Ertu eitthvað svona suplex kongur? Ég myndi ekki segja það en ég myndi segja ég var svona above average í því að, þú veist, ég er alltaf að læra að kasta fólki, þú veist, eins og ég veit ekki hvort að Matthew myndi sitja með eitthvað svona sem eitthvað suplex kong en bara með við alla sem, þú veist, sem eru reglulega að kasta fólki í mjölni þá myndi ég sé alveg ofalega á þeim lista, sko. Og mér finnst það líka bara gaman, að ýta fólki. Já, Mikki kom með gott mindset. Þegar maður á æfingum reynir maður að leggja gæðina svona hægt niður og Mikki bara, mér er alls sama. Ég er bara að reyna að grýta þeim, sko, það er bara gaman. Og síðan eftir það, þá er bara, já, ok, maður prófar þetta og það er ekkert eðlilega gaman þegar maður nær bara einhverju svona góðu íti að skrýta mönnum og það er bara svona, ok, kannski taka það ekki aftur við mann eða eitthvað. Og líka, to my defense, þá líka bara ef þú kannt að kasta einhverjum vel, þá ertu aldrei að fara meiða, þú veist, meiða ef þú gerir það rétt. Jáfnvel að þú committar í það. Þú veist, þú ert eiginlega meira að fara að meiða einhvern á því að reyna að stjórna því. Þú veist, bara eitthvað, þú veist, ef ég myndi reyna að fara að kasta breiku, ég myndi eitthvað svona að reyna að stjórna því í endan, þá, þú veist, eru meiri líkur að, þú veist, eitthvað fara úrskeiðis. En ef ég kasta nú bara, þú veist, bara commit í það, og það er rétt, þá er hann alltaf að fara að lenda frekar vel. Já, ég skil. Nema ég ger eitthvað heimskulegt eins og það sem gerist alveg. Amma á. Herru, en Ali Al-Bazi fer upp í 8-3 og ég held að hann sé á leiðinni í... Hann var 8-3. Hann var 8-3, já, það var einn bardaði sem var hérna, en hann var ekki vitað en Ali Al-Bazi stað hafi verið sigur. Já, það make sense. Við treystum honum fyrir því. Já, Hákon var sjáanlega mjög svektur. Já, skilnilega. Já, hérna var við inn í íslenska fánan og grét. Trú ekki að grenja í fokkin sjónvarpinu. Já, þetta var einmitt sko á síðasta Glacier Fight Night þá kallaði hann mig horny motherfucker og ég hélt í smá tíma að myndi púla það sama þarna og hann væri svona með tárin í augunum og svona you horny motherfucker og ég var bara, ef hann gerir það þá er það þá fær hann bara 10 stig að sleppa ekki þessum brandara sko. Ég mætti samt einu svona í bleikum raskart á Mottumars, þá var ég með, þá var svona eins og breki með góða perramottu mætti í bleikum raskart og ég hef þurft að líða fyrir það síðan. En var þetta ekki bara, Piggy, veistu, var ekki Al-Bazi bara aðeins og reyndur, aðeins og stór, búin að umgangast aðeins og efnilega menn? Jú, bara einn númer og stór. Já. Ég hugsa aðeins eftir þetta, að því að sko, Hákon vill ekki sparka, en vantar hún ekki spörk? Þú veist, vantar Ilya Topuria spörk? Þú veist, eða þú veist alveg... Hann leggkickar alveg Topuria, er að tala reyndar, ég held að hann hef ekki headkick í UFC Topuria. Heldur ekki bodykick, bara leggkick. Bara leggkick, en er Hákon þá ekki að leggkicka bara engin spörk? Og lítið, sko. Og lítið, sko. En mér fannst svona með distansi sem Ali Al-Bazi var alltaf svona búið til, sko, Hákon svona pressa. Það er annarkvæmt að vera, skiluru, hóta fléttu, taka þessa pásu og gera svo aðra fléttu strax eftir, eins og Ilya Topuria gerir, eða enda á sparkinu og tegja það svolítið. Það var svona það sem ég hugsaði, ekki það að ég sé einhver coach, en ég svona hugsaði þetta aðeins eftir barðan. Þeir eru að vera að flétta, pása flétta, eða flétta með sparki. Það mér varst eins og Ali Al-Bazi gæti einhvern veginn svona nullað út strækingi hans Hákons bara með að færa sig aftur bak. Þetta var ekki eins og þrívítaskák, sko. Þetta var bara
hann var bara í svona tvívít. Hann var líka típ, hann ekkert eðla mikið, það var bara að spamma típ kickum, það var óþægilegt að reyna að komast inn, sko. Já, fyrir utan það. Þannig að það svona, hvort að Ali Al-Bassi hafa bara verið með svona aðeins svona að refæna sinn leik aðeins betur heldur en Hákon. Náttúrulega bara tvöld meira reynsla. Já. Líka, eiginlega. Jú, það er það sko. Tvöld meira reynsla. Já. Þannig að mér fannst Bjarki, þegar Mats meikaði það, mér fannst hann bara svona hálf, sko, ég hugsaði með mér, hann er ekki að hugsa um að enda þetta endilega með sigri versus hvað hann er að hugsa um að gefa Hákoni góð reynslu. Eins og mér líður eins og Hákon bara í snertingu sinni við Ali Al-Bassi viti nákvæmlega hversu sterkur maður er þegar maður er að klára amatörferillinn og er tilbúin að fara pró. Svona eins og Ali er bara, ég er hættur amatör, ég fann pró. Hákon veit nákvæmlega núna hvernig sá maður er í búrinu. Þannig að ég svona, þetta er ótrúlega góð reynsla fyrir Hákon. Svona örugglega einn besta reynsla sem hann hefur getað fengið. Á kostnað þess að enda kvöldið. Því að ég held að Bjarki hafði getað matsmeikað kvöldið þannig að Hákon myndi pottitt vinna, skilur við. En þetta var svona, þetta var þjálfara hlutverk meira en showpromoter hlutverk sem að réði þessi matchi held ég. Eða svona, það var svona mitt take í þessu. Ég veit ekki hvort ég sé að bulla eða eitthvað. Hann var allan að fann djúpa laug til að henda Hákoni. Það var klart mál. Já, það er klart mál. Og Heklu líka og bara svo mörgum hann sko. Já, bara öllum. Þannig að þetta var svona, það var allir sem gátu, allir fætirannir gátu tekið góðan einslu út úr þessu. Þannig að virkilega vel gert. En það Já, Mikki fikk alltaf letan. Já, Mikki fór bara auðvelt með sinn og Logi Gersósum líka. Það var svona á björgun. Mikki, gleysi Fight Night aftur næsta ári, setna árinu. Var eftir hvað Gunni segir. Já. En ef Gunni segir já, þá segir þú já líka. Já, ef Gunni segir já. Það segir já. Já. Hljóma jákvæður yfir þessu. Ég er ánægð með það sko. En hvernig er öxlin? Bara alltaf lagi, örugglega eins góð hún verður bara. Eða bara svona, hún verður örugglega alltaf bara svona pínu S, eða bara svona með vinstri, en bara samt alltaf, það er svo nógu góð til þess að nota, skilur. Já. Bara, já. Ég basically bara segja bara, ég held að, hún verði bara, þetta er eins góð hún mun verða, ég held að hún mun ekki verða bara 100% bara alveg eins og hinn endi mín, skilur. En það er bara, it is what it is. Já. Ef þú myndir gefa henni prósentu, hversu mörg prósent er hún? Svona, ég myndi kannski segja bara svona getu og styrkleika því að mér líður eins og ég sé svona kannski svona 80 í svona heildina, en í svona ákveðnum hreyfingum er svona, eins og ef ég er að taka bara eitthvað max bicep curl eða eitthvað, þá myndi ég myndi kannski segja svona 70% hægra megin og svo, 100% vinstra megin, skilur. En í öllu öðru þá er hún bara svona nálægt venjulega, sko, kannski aðeins veikari. En það er bara, það er alltaf leið, ég get ekki þetta. Nei, eins og það er. Þetta er ekkert að fara að halda það frá keppni lengur, eða? Nei, nema ég bara eitthvað fokk upp hálsinum mínum bara, og ég bara eitthvað low-key lama mig aftur einhvern veginn, en annars þá nei. Menn er nú eitthvað hálsbrotnað þeim í mjög veist. Já, ég þarf bara að halda mig skynsamlegum, sem er alveg easy að setja þann fyrir mig. En já, vonandi bara gerist það ekkert. Engin vitleysa. Já. Geðveikt. Það er Kolbeinn Kristinsson tilkynnti Professional Box 10. apríl seinna á árinu. Hvernig líst ykkur á það? Eru þið eitthvað að fylgjast með boxinu? Nei. Þú kepptir nú í boxi? Já. Ekki sætla minninga eða? Eða ég fíla Kolbeinn, en bara ég er ekkert að horfa á box, nei, ég veit hver Emin er, hann mér í Austurbæjarskóla. Já. Ég fíla hann. Og svo bara Kolbeinn, skilur ég bara, svo náttúrulega veit ég hvað Valgeir er. Já. Fíla þau öll, en Þau eru öll þrjú að boxa á svo kvöldu. já, en annars þá bara, er ég ekkert eitthvað mikið að fylgjast með boxi, bara yfir höfuð. Nei. En það var svona pæling sko, því að MMA var svona talið banna á sínum tíma þangað til að amatör
Amateur box var leyft, þá var engin fyrirstaða fyrir því að amateur MMA væri bannað lengur sko. Og svo mér spurning hvaða áhrif það hefur á MMA ef að menn alltaf að boxa pro. Svona miðað við trendið. Þannig að þetta gæti verið mjög stórt kvöld sko, fyrir bara bardagarsefni í hildina sko. Svona afleiðingarna sem ég hefur. Já, getur það ekki bara verið þá prófa MMA? Jú, í rauninni sko. Ef þetta strandar alltaf á boxinu sko. Já, það hljóðum bara vel. Já, það hljóðum mjög vel. En Þá eru bara að opna leið fyrir UFC að koma til Íslands. já, einmitt. Það væri fucking crazy. Já, Oh my god, ef Gunni myndi keppa. Já. Shit. Sko, þetta var einhver hugmynd sem var í gangi bara, þú veist, þegar Gunni var bara svona upp á sitt stærsta og þú veist, Dana White og einhver voru bara, þú veist, að tala um að þeir hefði mikið áhuga að koma hérna til Íslands og vera með sjó, sko, en þá bara, já, ok. Það myndi selja, sko, insane. já, það myndi að vera bílað sko. Þú veist, þú myndir seldist upp á 0-1 sko. Já. Hvað myndi maður halda UFC á Íslandi? Hvað bara í Egilshöllinni? Já, það ekki. Kríkan? Egilshöll, Það ekki? já, bara stærsta sem hægt, það ekki. Jú, ég held að Metallica fór þangað, þetta er bara Bara 2002. Já, sætla minninga maður. Djöfull var gaman. Það var í fyrst skipti sem að ég að svona eigin forsendum ákvað að svindla og ljúga starfsfólki til að fá armband. Má verið nógu gamall eða eitthvað. Nei, það var ég með svona miða á svona B-svæði. Svo fór ég inn í Egilshöllina, fann notaðan miða af eitthvað sem var með A-svæði. Svo tók ég þann miða, fór að öryggisgæslunni og sagði, herri, ég var með A-svæðismiða og sýndi henni með hann. En ég var svo spenntur að ég hljóp inn en glemdi að fá armband. Og hún skoðaði miðaði mig sem var A-svæði, gaf mér armband. En ég endaði fremstur. Bad boy ertu. En ég náði svona að sníkla mig alveg fremst og James Head vildi eitthvað að byrja að taka gítarneglur, hentu út í salin og ég fekk gítarneglu og eitthvað. Nice. Það var mjög mikið af góða minningum í Egilshöllinni. Kekja. Já. Það heldur vonandi áfram, UFC Já, UFC 2027, í kannski. Egilshöllinni. Svo var síðast að frétta að ég las ekki þar í morgun að Ben Askren var látin. Væri látin? Já. Ég var eftir að fact-checka það sko. Það væri crazy. What? Já. Ég var eftir að fact-checka það sko. Fact to a fact sko. Funky BNS, sko. Þú bara droppar þessum fréttum. Þetta var rosalegt, ég Já. var ekki búin að heyra neitt með þetta sko. Það er ekki allan á Google, sko. Ekki Google. Ég var ekki, ég sá þetta bara áðan sko á Facebook. Og það gæti verið, alltaf ykkur að trolla mig sko. Já, getur. Ég ætla að sjá hérna aðeins. Spyrja chattarann. Ben Askren is alive and recovering following a double lung transplant, allan. Já. Við þurfum eitthvað að kíkja á þetta sko. Stendur no, Ben Askren is not dead. Já, það var þetta bara eitthvað Ég held þú að Eitthvað bara... Facebook, Sko, sko. það er frétt frá BBC, sko, fyrir alveg, þú veist, það var í júli, þú veist, Askren died 4 times before Veitu double hvað lung voru það að transplant. tala um? Voru það að segja hann hafi dáið? Já. Já, það var slúðusagan í dag sko. Já, Veitu, ég held þú voru að segja Ben Askren var á landinu. Já. Mikið bara, what? What? Og ég var líka bara eitthvað, what? Shit! Hvað ég miskið það var? Já, nei, hann er ekki dauður. Var hann ekki bara búinn að recovera? En átti eitthvað að hafa Svo er eitthvað hérna, þú veist, Ben Askren's wife responds to rumors he has died og eitthvað, þú Já, veist. já, En það þú er veist, hann hefur greinilega flatlænað 4 sinnum, Já. þú veist, áður en hann fekk þetta double lung transplant. Trúi, he cannot die, sko. Nei, hann má ekki degja. Gæsi immortal. Ekki í dag. Ég ætla bara að rappa upp þessum þætti. Það er UFC næstu helgi. Max Holloway mæti Charles og vil vera strákar. Ég putting you on the spot sko. Hvernig fer það? Ég náttúrulega hitti Max þegar hann kom hérna upp í Mjölni, besti vinir sko. Já, þið spiluðu Fortnite saman eða ekki? Já, við erum alltaf hér í hverjum sko. Já, þetta var ekki þú, Lói Geirs og Max Holloway? Jó, þetta var eitthvað hannig sko. Nei, þið komið í hérna aðal glímusalinn sko, þá er ég mjög stoltur að segja. Það er mynda mér og Max Holloway upp á hérna veggnum sko. Já. Það er my most prized possession sko. Ég ætla að fara í glímusalinn og taka mynd af mér við myndinu. Já, bara ekki skemma myndina takk. En já, bara eftir það þá verði ég að halda með The Great Max Holloway sko. Já, ég segi Max, 100%. Já. Ég held að, þú veist, Charles er örugglega mjög erfitt með að taka Max niður og standandi þá held ég þetta sé að fara að vera vesen fyrir Oliveira. Þannig, já, ég held bara út af því að ég held að Charles Oliveira sé ekki fara að ná að taka niður auðvitað og, þú veist, Max er ekki að fara að taka hann niður, held ég. Og þannig að, þú veist, ef komast eitthvað í jörðina þá myndi ég náttúrulega lína Oliveira en, þú veist, ég held að bara sé ekki að fara að gerast ekki. Allavega ekki auðvitað. Þannig ég segi Max. Max. Þið strákarnir að Maxa. Já.
Örugglega Það læra á það, Ég er að maður. læra á Örugglega það. bara max á Þetta var rosa decision. Ef við varum að betta á það. Max á decision. örugglega. Já, Ég sammála því. ég hugsa Já, ég ég gerir líka. það sko. Það er beintinn á veðbanka þjóðarinnar. Ég legg eitthvað undir þar. Ég er líka max sko. Ég ætla bara að pakka hann standi og það fara ekki til gólfi. Sér svo þar. En þú Biggi? Já, ég sammála. Já, það er bara Ég er allir bara alveg sammála öllu sem við komum hérna fram. Já, ok. Það er bara klikkað. Það er típist að Charles söppa hann í fyrstu eða eitthvað eftir þetta. Já, þetta er commentator cursið sko. Shit maður. Það er sko nýtt commentator curse sem ég lendi í helgina. Það er að hérna, ég misti röddina nokkur sinnum í viðtölunum. Það maður kannski búin að vera með mikrofónum eitthvað gargandi. Svo kemur eitthvað, Hákon Arnarsson. Komin í mútur á það sko. Svakalegt. Herru, ef við ekki hérna, segið þú gott. Leifa strákunum að fara heim og pakka saman. Yes. Það er ekki bara. Herru, strákar, Mikael og Breki, ógeðslega gaman að fá okkur þáttinn. Long overdue, Mikki. Búin að reyna að bjóða nokkur svona sko. Mikki er bara að láta bara eins og hann sé fallegasta stelpan á ballinu og date ekki hvert sem er, sko. Þetta var löng og erfið fæðing. Allt sem truflar hann fá því að fara heim, borða og klappa rjóma og sofa, sko. Þetta er alveg erfitt fyrir hann, sko. Já. En við erum að halda upp á 30 ára afmæli 5. lóðunar og erum 30 ára í gær. Já, til hamingju. Takk fyrir það. Og já, afmælisgjöfin, loksins Já. komið. Já, Algjör veisla. Fá þessa mynd líka. Þessi mynd er búin að gera árið mitt, sko. Já, ég veit. Við þökkum bræðin fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur á viku liðni þar sem við þurfum að gera upp UFC. hittu fyrir Kate Steele. Hittu fyrir Kate Steele. Þar sem að Haraldur er að fara í sinn fjórða prófardaga. Ekki 3. Er þetta ekki fjórði? Það maður ekki alveg. Jú... Salli fyrir Nei, sinna annan. Buckley, Kunle Laval og svo hann Já, hann er fyrir 4. núna. Dungæðin. Já, Hann er að fara í sinn fjórða. Já. Tiago verður hann líka. Salli. Salli, já. Salli er að berjast. Mjög spenntið fyrir honum. Já, hann þetta verður algjör veisla. Og svo er bara UFC London. Já, einmitt. Við verðum hérna heil lengi í Englandi. Já. Þú gæti þetta að fljúga einn Já, það. og til Kate Steele og svo kem ég út. Já, Það geti alveg þróast þannig. já, það er alltaf. Það er bara veisla. Herru, takk aðeins fyrir að komast okkar. Ég er búin að kveðja ykkur svo oft, sko. Þetta er bara að fara að vera vandræðalegt. Takk hjá fyrir okkur. Takk fyrir